Já, velkomin á Frelsi TV í djúpköfun. Við ætlum að reyna að kafa eftir einhverju pæliperlum og mættur stórmeistarinn, djúpkafarinn, mystikerinn, Guðjón Reynberg. Ég að finna hljóðeffekta. Já, greinilega. En ég ætla að byrja því að hrósa þér fyrir bara myndböndin hjá þér. Þú ert sennilega í dag eina rásin á YouTube sem ég bíð eftir vídeónum. Takk fyrir það. Það hrós einmitt þegar ég hættur að reyna að koma einhverju skilaboðum til áleiðis. Já. Nei, ég bíð eftir bæði ensku og íslensku. Okay, takk fyrir það. Ég fikk einmitt gott hrós í gær frá einum netvinni fyrir nettröllsvídeóið mitt. Já, einmitt. En ég stend við það, ég alveg hættur að reyna að segja eitthvað sannleika, sko. Já, þetta svona, það ákveðin þróun í þessu sem að sumir hafa kallað truth movement eða svona þeir sem eru að hnýsast út allt. Mm-hmm. En það virðist vera komið svolítið þreyta í mannskapinn, sko. Okay. Og það búið að upplýsa allt, sko. Mm-hmm. Þetta, sko, þú þarft að vera alvarlega heilaskaður til þess að sjá ekki samingi hlutana. Mm-hmm. Og það ljóst að valdstjórnin hefur ekki verið með mikið af atburðum í gangi og engin á neinum alvöru stærðagráðum, sko. Mm-hmm. Og á göngum NATO og Sameinuðu þrjótana og þessu liði þá verið að ræða hvað gerum við núna, sko. Við komumst ekki upp með þessa fölsku fána lengur. Já. Og hvað gerum við þá næst, sko. Mm-hmm. Og minn spádómur sá það verði farið í vírusblekkinguna næst, sko. Já, það meikar svolítið sens. Og það verður semst eitrað fyrir fólki í stórum stíl og jafnvel heilu þjóðunum eins og íslensku þjóðinni. Mm-hmm. Og síðan bara upp og þetta var ebola. Já. Eða plágan eða eitthvað. Allar þessar stóru plágur og svartidauði og allar þessar farsóttir má útskýra með eitrunum líka. Já. Og þú varst einmitt að tala svolítið þetta með svartadauða í fyrra og ég hugsaði, nei, come on, þetta var í fortíðinni, þetta var á þeim tíma sem að, en svo hugsaði ég hef ekkert farið að grúski í þessu, en ég hugsaði ef við förum að grúski í þessu, þá finnum við mystík þarna undir. Já. Og þá finnum við einhverja aðra ástæðu heldur en þessi official ástæður. Og hugsanlega blekkingar líka með sko fjöldatölur. Já, þetta þegar maður sér lýgina og hvað hún í miklu magni. Já, og eins og með svartadauða, ég held að þetta væri áhugavert, sko, því fólk sko, krakkar í skólum fara mjög oft í gegnum sko mannkynssöguna sem eitthvað mjög leiðilegt. En muna þó eftir sögunum með svartadauða, bæði sérstaklega hérna á Íslandi og einnig erlendis. Og ég sagði ef einhver samsæringur færi að grafa ofan í þetta, hvað var að gerast á jaðrinum? Hvað var falið í sögunni? Að þá myndi eitthvað áhugavert komið ljós. Já, þetta var líka, sko, þessi ebólufaraldur í Afríku, sko. Mm-hmm. Að það voru handteknir menn sem voru að setja formalín í drykkjavatnið á fólki. Já. Að ef það sett formalín í drykkjavatnið þá færðu svona ebólu lík einkenni, sko. Já. Og talandi ebólu, það hvenær hættu meginstraumsfjölmiðlar að auglýsa ebóluna? Hún bara allt í einu fjarað út. Já, það var þegar að þeir voru böstaðir með þessa sviðsetningar, sko. Það var rosalegt setback fyrir það og þeim tókst ekki að keyra ebólublekkingunni í gegn, sko. Já, ljúfur, sjöss. Og athugað þjóðirnar sem þeir ætluðu að ráðast inn í, það var með ebóluna, það var Spánn og Holland, Noregur, Ísland. Mm-hmm.
Þannig að þessi aðgerð þeirra þótt hún hafi algjörlega misheppnast og var böstuð bara nánast samdægurs af okkur samsæringum og það var ástæðan fyrir að þeir bökkuðu. Já, ég kaupi það alveg, sko. Og þú sér það á ensku rásinni minni, þá fjallaði ég þetta meðal annars. Já, ég man vel eftir því og ég fylgdist vel með þessu og ég man að ég var eitthvað að pæla að því að þetta bara svona rifjast upp núna, sko. Það svo langt síðan maður var að pæla í þessu. Einmitt. Ég var svo mikið að spyrja sjálf mig, býtu hvað, ef þetta blekking, hvað gæti verið, sko, af því þú varst svo mikið að horfa á þeir ætla að búa til þessa drepsótt á Vesturlöndum og svona. Ég fór að horfa í aðra átt. Ég fór semst að hugsa ef þetta er hóks, hvað eru þeir að fela í Vestur-Afríku? Og þá fór ég að taka eftir svona litlum fréttum sem voru ekkert áberandi að NATO, eða þá bandaríski hlutin, að þeir vildu senda herlið á ýmsa staði í Vestur-Afríku. Og ég sagði, til hvers ættu þeir að fara að senda herlið á staðinn? Herlið ekki þjálfað í því að bregðast í farsóttum, sko. En það var svona einhverju spunar þarna og ég sá að þetta fekk mikið á mótmælum. Og margir ósáttir við þessara pælingar. Svo tók ég eftir að það voru einhverjir sem voru að minnast á demantanámur í Vestur-Afríku. Einhverjir voru að tala úrannámur, ég held að þær væri aðallega í Níger og því svæði sem er austar. En svo tók ég eftir svolítið skrítinni frétt, ég man ekki hvort það er í Senegal, en það er allavega á því svæði. Að það kom frétta sem fjallaði að 50% af regnskógunum í Senegal, því að það er eitthvað regnskógum þar. Það var eitthvað 50% sem hefði bara verið skógareyðing á síðustu 20 árum. Og fylgdi fréttinni af eitthvað norskt draugafyrirtæki sem ætti viðbjóðslega mikinn pening, væri að dæla peningum inn í Senegal til að fá þá til að hætta að höggva skó. Höggva tré. Ég sagði, þetta er áhugaverð frétt, en svo rakti ég það ekkert lengur og ég sá ekkert fleiri fréttir en það. Ég myndist á þetta einhvers staðar í gullinu mínu, en stundum minnist maður á hluti líka bara til þess að athuga hvort að einhver pikkið upp, sko. Hvort að maður fá okkur athugasemd. Þú farið örugglega, ég er farin að fá oft athugasemdir frá fólki sem er að benda mér á eitthvað. Ég vissum að þú farið hellinga því, sko. Já, ég fæ ekkert rosalega mikið, en ég fæ það svona stundum. Og ég fæ reyndar ennþá svolítið þessar geðveikispillur sem að ég sé ekki í lagi, sko. Og ég reyndar með ágætis ónæmiskerfi fyrir því líka. En það er náttúrulega þessi sturlaða heimsvalda stefna þessar aðila. Þótt að sé erfitt að setja títuprjónin í þá, hverjir það nákvæmlega eru. Þá virðist þessi áætlun vera að ganga eftir. Þeir hafa komist upp með að nú bara sprengja Eurasia í tætlur, sko, Írak, Sýrland, Líbía og eitthvað fleiri lönd sem maður örugglega gleyma. Þeir komast upp með bara að ráðast ólöglega inn í þessi ríki og sprengja allt í tætlur. Af því að hommar fá ekki að labba með raskatu út í vindinu eða eitthvað. Eða það er eitthvað svona ástæður sem eru bara veitu, hvað er það? Já, maður veit ekkert hvað er í gangi. Það var bara núna fyrir nokkrum dögum í einhverju grúski. Ég man ekki einu sinni hvað það var sem ég var að horfa á. Það var, það var eitthvað. Ég er búin að vera að grúska þessi David Cole í vikunni. David Cole er bandarískur gyðingur sem studdi við Ernst Sundel á sínum tíma. Og það er svolítið merkilegt hvað fáir vita David Cole, því að sko, hann var þá bara ungur strákur, bara rétt skriðin upp úr 20. Og sko, það er svolítið sérstaklega með revisionisman að Robert Foresson í Frakklandi ríður á vatnið. Hann byrjar á að rannsaka Auschwitz og hann fer bara með rannsóknar aðferð ofan í alla drulluna. Og síðan er náttúrulega vitað að sko Ernst Sundel fór náttúrulega að gefa út sína bæklinga og annað. En David Cole fór sjálfstætt. Ég veit ekki hvað kom honum að stað, ég er ekki komið svo langt, hvort það var út af Ernst Sundel eða hvort það var út af Foresson. En David Cole er næstur.
það hann sem fór til Auschwitz með vídeókameru, dokumentaði búðina, tók viðtöl við starfsfólki og fór alveg á bólakáan í þetta og gerði mjög fínt dokumentari, held klukkutíma langt, sem mjög vel gert hjá hann. Ef maður horfir á þetta dokumentari, hugsa maður bara, vá, þvílíkar lygar sem að hefur verið troðið yfir maður. Og þannig ég svona aðeins búin að vera grúsk í David Cole. Hann hættur í revisionismanum, en hann var mjög öflugur í Bandaríkjunum í svolítinn tíma. Af hverju hætti hann? Hefur ykkur? Ég eiginlega ekki alveg viss. Sko, ef ég á að lesa milli línana hjá honum, þá var hann þreyttur á þessu. Hann sá ekki tilgangi að halda þessu. Já. Þetta eins og að ganga á móti straumi, en það stormi sem að blása þér aftur og bak. Já, en hvernig finnst þér tónnin svona í þessum samsæringum eða þessum hópi sem að horfa á blákaldan veruleikann? Finnst þér vera að þreyta í mönnum eða eru menn bara marsera áfram eins og ekki, þetta bara einhver upplifun hjá mér eða? Ég ekki viss. Ég nefnilega, sko, að þú ert að íta á ákveðna viðvörunarbjöllu hjá mér, segi ég, sko. Já. Ég finn með grúski mitt, ég voða mikið hættur að tekka á hvað samsæringar að gera. Já. Það komin þreyta í mig að fylgjast með þeim, að því mér finnst margir þeir að vera svo bara mikið að endurtaka sig, sko. Eins og þessi hættur að finna eitthvað fleiri viðfangsefni. En ég endalaust sjálfur að finna viðfangsefni til að grúska í. Svo stundum þegar ég fer orðið helst bara á Alex Jones, bara eitthvað nýtt, af því hann tekur svolítið púlsinn á svo mörgum. Þá bara tekkaðu hvað Alex Jones að gera, já, hann ennþá að tala að Washington ætla að drepa alla Ameríkumenn. Ok. Já, en það reyndar eins og sko, þú veist, þú er búin að sjá 100 skákir, ertu það bara hættur í skák, eða? Nei, sko, það svona spurning hvort maður fyrir að grúska í ákveðnum fléttum. Já, mér fannst mjög góð myndbandi það sem varst að tala engló-saxneska bandalagið og góðu punktur hjá þeir að breska elitan í niðursveiflu, sko. Já. Og þetta samsæri sem að var í gaman og ég nú svona líka sett þetta út vegna sem einhver pikkar þetta upp sem sér punktana. Já. Ég ekki að nenna að rannsaka þetta. Ég gerði grein þetta á locustal.com í fyrravetur sem að var í rauninni bara memo to self, en þetta vinsælasta greinin hjá mér. Þegar ég fer á Google Analytics, þá toppar hún umferðin á öllum öðrum greinum hjá mér. En hún svo illa skrifið af því hún bara memo. Og ég hef oft sagt til sjálfum að ég ætti nú kannski að skrifa þessa grein upp á nýtt. Þannig að gera hana læsilega, þannig að fólk sem rampi inn á hana nenni að lesa hana og skilja hana. Hvað var hún þeirri? Hún sama þema. Anglo-Saxon conspiracy. Já, einmitt. Já. Og ég var sérst að setja þetta upp bara til að fleita bátnum bara út af því þetta er ekki í rörsýninni minni. Ég bara að rýna í þokuna, ég að leita að einhverju og þarna, já, ég fann hennar punkt hérna, þið megin nota hann, ef hann make a sense. Já. En hérna, það náttúrulega ein leið til þess að veiða lax að þreytan, þannig að hann bara lappar í landnæstu. Sko, ég myndist á því þessu enska myndbandi að það var bara núna og þess vegna fór ég að pæla í þessu aftur. Það til í Bandaríkjunum fyrirbæri sem heitir La Rouge Foundation, sem heitir eftir einhverjum gaur sem heitir La Rouge. Já. Og þetta svona think tank fyrirbæri. Já. Og La Rouge kom á sjónsviði hjá mér fyrir allir sig 1,5 ár síðan, vissi ekki að voru til, að því að rakst á einhverju vídeó með manni sem ég man ekki lengur hvað heitir. Ég nú enga stund að finna hann. En þetta gaur sem var dæmdur í 70 ára fangelsi held í Virkinu, en allan á austurströnd Bandaríkjanna, fyrir skjalafals, ef ég man rétt í tengslum við einhverja verðbréfasölu eða tengt fasteignasölu eða einhverju slíku. En það sem vakti athygli mína með þetta var að þeir sem hafði kynnt sér mál þessa manns, var að þeir voru á því að hann hefði verið freymaður.
en hann hafði verið sérst að vinna á vegum þessa LaRouche manns. Þessi LaRouche með fullt af fylgjendum í varðandi einhverja heimspeki eða lífsýn eða eitthvað sem ég ekki búin að tengja við ennþá. En þessi gaur sem fór í fangelsi, hann satt bara í fangelsi 10 ár og hann notaði tíman til að læra allt Kína. Hann lærði kínversku sögu og var svolítið vinsæll eftir að koma úr fangelsinu fyrir að halda fyrirlestra Kína. Og náttúrulega allir þurfa að vilja læra eitthvað í dag Kína því enginn skilur neitt í Kína. Og ég rakst á 2 fyrirlestra þar sem hann fór í kínverska menningarsögu og tengdi við hugsanleg plott. Og ég tók eftir því að þessi gaur hafði mjög mikið innsæi, sko. Og ég tók líka eftir því að hann hafði unnið úr, ég tók bara eftir því hvernig hann talaði við fólk, að hann hafði unnið úr erfiðleikurum. Hann hafði ekki, hann hafði litið á erfiðleikana sem eitthvað til að vinna úr, tækifæri til að vaxa. Og ég sá að það var mikil kyrrð innan í honum. Og bara case closed með þetta, ég hugsa að heyrðu bara future study, framtíðar rannsóknarvinna hjá mér að grúska, bara þarna eitthvað þráður sem ég ætti að rekja og veit hvar ég byrja að rekja. Því ég tek stundum stungur á Kína og mér langar að grúska meira í Austur-Asíu pælingum, skilja þær betur. Já, hann heitir Lydon LaRouche sem að gamli kallinn. Já. En málið með Kína, sko, kenningin Kína að þessi global elita hafi í raun fjármagna og að Kína sé svona hálfgerð óskamódel elitunar, sko. Já. Þar sem að fólk hefur engin réttindi, 1 barn per hjón og öll fleiri börn eru bara drepin. Og þar ef þú hugsar ranga hugsun þá mæti bara líffærabíllinn heim til þín, sko. Þeir eru mikið í líffærasölu. Já, og eru með svona sendibíl sem keyra á milli og þar fólk tekið að lífi og líffærin hirt úr þeim. Og dómaniðurstöður eru svolítið tengdar í hvaða blóðflokk þú ert og hvernig líffæra dótið í þér hendar á markanum. Já. Og dómaniðurstöður sveiflast svolítið mikið eftir því. Og það málið með Kína, það drauma, þetta módeli sem þeir vilja sitja yfir allan heiminn. Þetta hefur kvallaði mér og það er þessna sem ég langar að grúska meiri í þessum hlutum. Vegna þess að það eru ákveðnar andstæður sem líka koma inn í þetta. Þetta sem þú ert að lýsa hefur alveg hvarflað að mér. Og ég hef ekki ætti nægilegan tíma í Kínagrúsk. Ég var aðeins í þessu í vetur og þá rakst ég á að maður ætlar að sko, það er mjög gott að byrja hjá áströlskum fyrirlesurum og áströlskum grúskurum því í Ástralíu horfa menn mjög mikið á Kína og lesa í það og rýna í það. Og það er auðvelt fyrir okkur á Vesturlöndum að skilja Ástralíu því það er svo margt í Ástralíu sem náttúrulega bæta við einu með hennar LaRouche. Ég sé að það var bara núna fyrir svona kannski mánuði síðan sem að ég af tilviljun rakst á fyrirlesara þar sem hafði verið ráðstefna heila helgi enska samsærið. Og þar sá ég bara fyrirlesarna fætur öðrum koma með slideshow og tölu og útskýringar sem staðfestu og sýndu svart á hvítu að anglo-saxon samsærið sem ég hafði talað í vetur að LaRouche trú sér það líka. Nema hann bara með miklu fleiri punkta til að staðfesta. Því ég var bara að koma fram með kenningu út frá ákveðnu hunch, út frá ákveðnu tilfinningu þar sem ég var að lesa á milli lína. Og þess vegna gerði ég líka þetta vídeó vegna þess að ég hugsaði, sko, það fleira á borðinu oft heldur við sjá. Þannig já, ég var hann að fá óbeina staðfestingu á samsæriskenningunni minni. Já. Og ég sagði að þetta væri kannski skemmtilegt að rannsaka betur. Bara í einni setningu, þetta klíka valdamanna í Bretlandi
sem vill fá breska heimsveldið aftur og afmá ameríska heimsveldið, láta það falla. Já, en núna vinna þeir nokkuð vel saman, sko. Ég held að þeir séu allir í sömu mafíunni, sko. Stiff upper lip. Ég held reyndar að, sko, ég veit ekki alveg, spurning hvort að, sko, að því að breski nóballinn og breska konungsfjölskyldan komin út í svo mikinn viðbjóð að þeir eru fannir að skemma fyrir starfsemi elitunar, sko. Það að koma upp svoleiðis barnaníðin og barnafórnir og bara viðbjóður hjá þessum breska nóbal-liði, sko. Já. Og það er spurning hvort að elitan hafi einfaldlega ákveðið að þetta þjónar ekki hagsmunum okkar að hafa þessa perra í kringum okkur lengur. Já, ég kaupi það ekki alveg. Nei. En ég kaupi mjög vel vegna svo þú veist nú hvað ég er nú búin að vera að fjalla það hvað ég held að þetta Child Protective Services og það halda það nú fleiri séu bara skálkaskjól til þess að hleypa ákveðnum launhelgamönnum að börnum. Já, ég samþykki það. Og mér finnst, sko, David Icke búin að vera að tala þetta svo lengi líka með, eins og þú ert að tala með bresku konungsfjölskylduna, aðalinn, embættismenn, lögreglustjóri var nú bara handtekinn eða dæmdur í sumar fyrir massívan pedofílisma. Já. Og það þyktir svolítið í stoðum við það margir, sko, og ein vinkona mín hefur verið mjög duglega að minna á þetta, kona sem býr í Perú, hefur verið mjög duglega að setja upp á vegginn hjá sér, sko, þar sem hún rekst á umfjallanir í heimsfjölmiðluninni, sko, hún þykist greina ákveðna stefnu, og ég sé fleiri minnast á þetta, í sambandi við gay marriage dæmið, að einhverjir vilji, sko, létta, draga pedofílana fram í sjónarsviðið með því að aflétta, sko, breyta lögurum. Ég kann ekki orða þetta rétt, maður bara þotnar í munninu með að tala þetta, sko. Já, pedofílian sko, þetta náttúrulega hluti af þessari þjóðfélagsverkfræði, sko. Þeir vilja, þeir eru að ala upp ákveðna tegund af fólki með því að pedofílana. Já, sammála því. Og náttúrulega eins og í Breiðuvík, sko, þá hefur það komið fyrir þeir hafa farið alveg yfir línun og bara eyðilagt fólkið, sko. Taktu eð og út. Þá hvað? Þá heitir það Breiðvík. Einmitt, Breiðvík, sem liggur á sólaströnd núna, ekki þar. Sko, ég skrifaði þetta einhvers staðar um daginn, ég segi kannski tekur ykkur eftir pælinu, en ég fekk engin komment á það. Pælið það svolítið djúpt, en það algjört rör. Meitlararnir á Norðurlöndunum vinna saman, þeir þekkist saman, það pælið, sko, kenningin, ég veit ekkert hvort það þannig í raunveruleikanum. Og ég segi, sko, hvað eru svona búðir eins og Breiðuvík? Þetta algjörlega einangrað, þetta var, sko, tíma var ekki hægt að komast ángana með báti og þarna eru teknir krakkar af heimilum, sko, heimilum sem hafa enga rödd, heimilum sem enginn tekur mark á og settir þarna í þessari einangrunarbúðir hjá okkur 3-4 körlum sem að berja á með slöngum, káfa á þeim og ég veit ekki hvaða viðbjóður var í gangi og þeir koma þarna stórskaðaðir út. Og bara, þú veist, ungir drengir sem að voru kannski óþekkir í skóla, bara settir þarna inn í einhvern kassa, svo kassin hristur, þeir koma út og eru alla ævina að reyna að jafna sig á þessu. Og ég fór að hugsa, sko hvaða psychological operation þetta? Þú veist, hvað býr þetta til? Og það sem hann Óli Dammegård var að benda á, hann var að benda á þarna þegar hann hitt hana, hvað heitir hún aftur? Íslenska konan hvað heitir hún sem þú var að tala hana með Næsland? Já, hún Ingunn Sigurðardóttir. Ingunn Sigurðardóttir, já. Heldur þetta á sín ósk. Já, ok, en hún býr þarna nálagt þess ekkert langt frá held ég
eða þau voru á ferð þarna nálægt þar sem að Breivik á að vera vistaður og hann lýsti svolítið vel þessu fangelsi og umhverfið í kring og hvað þetta spúki allt saman og tengdi það við ýmsar svona kenningar svona svona mind control heilaþvottar stöðvar á vegum ykkur og ég fór aðeins að tengja þetta við Breiðuvík. Veist, til var Breiðuvík eins konar batteri til þess að búa til eitthvað fólk sem að veit ekki að það með mind control forrit í hausnum eða í einhverjum öðrum svona spúki tilgang. Þetta var sem tenging. Það virðist vera óbúslega fín lína sem að þeir eru að eiga í smá erfiðleikum með að finna. Það er eins og með Abu Ghraib og Guantanamo. Já. Þar takaði múslima og pynta þá eftir kerfisbundnum aðferðum og svo eins og í Abu Ghraib þá var þeim öllum sleppt út sko. Já. Og þetta er eins og að espa hana í hanaslag sko. Já. Að Abu Ghraib var hana espunar prógram sko. Góður punktur, mjög góður punktur. Og síðan var þeim sleppt út og allir velkomnir í saumaklúbbin ISIS sem að rekin af NATO að sko það virðist vera að fyrir svona 20-30 ára þá voru þeir ekki alveg búin að finna línuna hvað þeir gætu gengið langt án þess að skemma fólk sko. Já, án þess að rústa því endanlega. Já, það sko þú þarft að ganga mjög langt í að skemma fólk. Já. En ef þú ferði 1 millimetr á langt þá ertu bara búin að eyðileggja fólk og það gagnast þér ekki einu sinni sko. Og þess vegna þarftu og fyrirgefðu bara innstunga og það óbeint ég að segja Breiðuvík gæti hafi verið sem tilraunastofa. Hvar eru mörk? Hvernig á að gera þetta? En áfram með smjöri. Já, það getur líka bara verið að það hafi verið eitthvað svona fúskarar sko, sem að veist, já, gera þetta núna og það er hugsanlega bara mistökin voru að mannaráðningarna voru rangar sko. Þú þarf líka að passa, þarf að hafa rétta fólkið í pyntingastöðunum sko. Já, en óbeint ég að segja, kannski einmitt gekk þessu operation upp sem tilraunastofa. Við vitum ekkert hvað þeir hafa gert síðan sem að heppnast vel af því þeir vita, þeir lærðu þarna hvernig á að gera þetta. Já, hugsanlega, en það er eins og til bara kaþólska kirkjan, sko, þeir bara rekrútuðu pedofíla, sko, til þess að vera í prestembættum og fleira slíkt og þeir voru bara rekrútaðir til þess að ná ákveðnir í þjóðfélagslegri niðurstöðu. Algjörlega. Má ég koma með eitt punkt sem að koma upp í hausinn og mig langar aðeins að ef ég má hamra aftur á þessu sem við erum að tengja þarna í Breiðuvík, af því að fólk sem að horfir á hjá okkur sem að veit hvað búið að vera í gangi á Íslandi síðustu 50 árin, af því fullt af fólki er í kringum okkur sem er að grúska í alls konar hlutum, að það væri einmitt gaman að vita hvaða önnur heimili hafa verið stofnuð síðan sem að hljótt fer af. Það sem að er eitthvað í gangi sem að væri vert að rannsaka. En það sem voru að tala um þessi tengingu kaþólsku kirkjuna, við þekkjum nú alveg með munaðarleysingjahelgum, sko. Og allt í einu kveikti ég á honum Ceausescu í Rúmeníu. Hann stundaði það grimmt að taka munaðarlaus börn og þjálfa þau upp í leyniþjónustuna sína og gera dauðasveitir og því. Já, þetta er svona sko, og það var nú það sem ég var kannski svolítið að fara í síðasta live, það var sko að sjá þetta með augum snákana sko. Akkurat. Og sko venjulegt fólk skilur ekki akkur verið að ráða pídófíla sem presta og leikskólakennara og akkur verið að fólk bara skilur þetta ekki. En ef þú ert snákur og horfir á þetta með snáksögurum, þá sérðu strax, já, það er bara verið að framleiða hráefni í ógeðsverkin, sko. Já. Og mér er svolítið merkilegt hvað fólk á erfitt með þetta, því þú er örugglega orðið var við að þegar ég er að pæla í plottunum sem ég er að pæla í, ég reyni yfirleitt að horfa á plottin elitumegin frá. Ég reyni að horfa á þau eins og taktísjans, eða þeir sem gera hernaðaráætlanir og plott. Ég reyni að setja mig inn í hvað gætu þeir verið að ætla
og sem sagt, það svo algengt að fólk að horfa á, heyrðu, þeir eru vondir og horfa upp, en þá sjá þeir bara hliðina, það eins og að horfa undir skipið. Mér langar að sjá ofan á þilfarið. Já. Og þessi sýn hjálpar mér miklu meira. Oft ég að finna hluti út af því að horfi svona. Og fólk myndi græða meira á því að temja sér þetta við það. Þannig eru við alveg samanlega, sko. En það hérna eins og ég með aðra svona spurningu sem fólk getur farið með í vinnuna ef þeir eru búnir að hrella alla með var Hitler bara góður kall spurningunni. Þá getið þið pröfað að fara í vinnuna og spyrja hvað haldið að Charles Manson og Anders Behring Breivik sé að tala á baðströndinni? Já. Hvað hafa þessir tveir karakter að tala? Já. Talandi Charles Manson, ég held ég hafi sett, svo fyrir þá sem hafa áhuga Charles Manson, ég setti link, ég man ekki lengur hver sendi mér hennar link, ég bara man það ekki lengur, jú það var hlustandi, ég man það núna, ég er búin að senda honum þakkir fyrir, að ég gerði hann Charles Manson myndskeið og hann sendi mér góðu maður tengili mjög áhugavert dokumentari Charles Manson sem á óbeinan hátt styður sumt af því sem ég að segja. Það kemur svona eiginlega með þriðja viðhorf, sko. Þriðja og ekki þriðja. Og fyrir þá sem að hafa áhuga á þessu að fara bara inn á enska YouTube mitt og finna Charles Manson vídeóið mitt og þar linkurinn, ég setti link bæði í vídeóið og í athugasemd fyrir neðan. Og þarna held eitthvað 40-50 mínútna vídeó sem var gert bara núna í sumar að manni sem grúskaði ofan í plottið á bakvið Charles Manson og debunkaði algjörlega. Hann debunkaði það algjörlega. Eftir að þú horfir á þetta myndband, þá sérðu bara, þetta allt feik. Þetta allt Charles Manson ævintýrið feik. Og það mjög áhugavert. Og það gaman að því, þetta bara eins og anglo-saxonir, ég hef óbúslega gaman að því að fá svona staðfestingar fyrir mig. Að finna, já, þú ert ekki að fara einhverja öfugar áttir í þokunni, sko. Þú ert að finna eitthvað. Ósælega gaman, en ég ekki að segja þetta í neinum hroka, sko. Það bara, þú veist, maður fær svona þef af einhver og maður rekur lyktina og sér, já, það eitthvað hérna. Og maður svo heldur áfram og það gaman að fá svona staðfestingar líka frá fólkinu í kringum hann. Sem maður líka að horfa í einhver áttir og sendi manni punkta. Mér þykir ósælega vænt það. Já, það líka þetta plattform, þetta YouTube og þetta social media plattform, maður getur sett fram kenningu þótt hún sé ekki svona nema 80-90% komin saman hjá manni. Já. Og síðan streyma inn viðbröðin og ég hef stundum sett líka fram kenningar eins og ég sagði það eiginlega sama dag og tilkynnt var nafnið ISIS eða ISIL. Ég sagði þetta Al-Qaida með nýju nafn og nýri kennitölu. Já. Bara leið, fyrst að það var bara instant reflex, sko. Já. Og þegar ég hugsaði þetta sama og bara leiði ég sá fréttirnar ISIS, já, þetta svo augljós spurning. Og ég hef ekkert sjálfur, ég veit ekki hvort ég hef eitthvað fjallað ISIS nema í stöku greinum, sko, en þú veist, það einhvern veginn ISIS í mínum ögum eitthvað sem að ég ekkert einu svona eða tími að pæli, sko. Já, það svo augljóst. Já, reyndar það rosalega, sko, það reyndar eitt sem að, þú veist, oft þegar maður svona í einhverju verkefnum, þá þarf maður bara að gera það sem þarf að gera, maður getur ekkert svona, bara sagt, já, ég ætla að gera þetta verkefni, ég vil ekki gera neitt sem erfitt eða leiðilegt, sko. Já, ég sammála því, en það sem þetta bara líka spurning merkaskiptingu. Ég sá þig debunka ISIS. Já. Þeir sem eru að fylgjast með Frelsi TV, þeir eru með þetta á borðinu. Ég hef engu við þetta bæta. Nei. Svo ég ætla að halda áfram að gúska í, sko, því ég að smátt og smátt ég að marka mér ákveðna sneið í þessum 360 gráðum. Ég að fara ákveðna mystískar leiðir og ná í ákveðin viðhorf og ég segi, mér drullu sama hvort ég rétt eða rangt fyrir mér, ég bara segja hvað ég finn í þokunni. Og ef einhver notar það, ef einhver sendir mér eins og ég fekk hana punkt og ég er bara búin að fá á viku, er ég búin að fá 1 punkt hérlendis og 1 punkt frá Þýskalandi, frá þýskri mannesku sem
sko, í báðum tilfellum manneski sem sendi mér skil og heyrðu þú hafði rétt fyrir þér með hann eitthvað. Og þá var það eitthvað sem ég hafði talað í einkaskilabúðum fyrir meir en ári síðan eða einhvers þegar einhver greinum og hefur myndi ekki einu svona eftir því. Og í báðum tilfellum sem sagt manneskjur sem voru að staðfesta að eitthvað sem ég hafði verið að segja fyrir Guð veit hvað mörgum mánuðum eða árum að það reyndist spot on. Og það gladdi mig að fá að vita, ég myndi ekki einu sinni hvað það var, ég var að hugsa með það, ég man ekki einu sinni hvað þetta en það bara mér brá, heyrðu, já, ég sagði eitthvað sem ykkur, já, ok, cool, en gaman. Og þetta er hugreistandi í svona starfið svo við erum í. Við erum svo langt út fyrir rammana og við erum að tala hluti sem eru svo skrýtnir í veruleika venjulega fólksins. Það er hugreistandi að fá svona pillur sem segja, heyrðu, halda áfram, þú ert ekki að fara í öfugátt. Já, reyndar þarf maður þarf reyndar að geta tileinkað sér hvað hét hann hrópandinn í eyðimörkinni, var það ekki hann Jóhannes skýrari? Jú. Maður þarf að geta gengið í tötrum og lifað á engisprettum í mjög langan tíma. Því miður. Þannig að ef maður þarf endanlegar strókur og svona, já, þetta er æðislega fínt hjá þér, Axel, þetta er æðislega fínt, sko. Þá verður með þetta ekki rétt í bransinn, sko. Þá er betra að reyna að ná stöðu í kastljósi eða eitthvað svoleiðis. Nei, guð minn góður, nei. Ég vil frekar verið í eyðimörkin en í kastljósi. Já. Það er alveg ljóst. Við erum vanir eyðimörkarar. En það er að vera að blogga þess við hjá okkur, menn eru bara, ef við erum 5 mínútum og seinir, þá bara, hvað er tæknivesin, hvað er í gangi, okkur eru ekki byrjaðir? Ok, gaman. En einn talar ebóluna sem var reynt að sviðsetja hér. Ég gerði vídeo það. Já. Það var öll undirbúningsvinna var í gangi og búin eitt af mínum uppáhaldsvídeóum frá. Já, og það var búið að preppa fjölmiðlana og sálfræðina, undirbúningssálfræðina var búin og síðan koma vídeóum frá mér og þá bara stoppaði allt draslið. Og svo spyr Stebbi, bestu vinnin Já, við erum góði vinnir. Já, smá pillur svona. Þetta er bara placebo-pillur, þannig að það getur verið rólegir. Men það er gaman að átökum, sko. Já. Það er allt í virðingu og allt gott, sko. Já, Stebbi kall sem þetta er að takast á við, það er ekkert vandamál. En hann var að spyrja að þú hefur verið að grúska í nasistum. Ég reyndar get nánast svarað fyrir þig, svona label, þetta er bara, umræða límmiða, sko. Eða hvað? Já, sko, það var eiginlega Dim H sem að benti mér á það. Ég reyndar kvilt mig á Dim H í sumar. Já, hann er bara komin út í musicinu, eða ekki? Gott, þá þarf ég að kíkja á hann aftur. Ég elska músíkina. Það komu 4-5 músíkmyndbönd bara í röð daginn. Já, og hann á 1 eða 2 músíkmyndbönd á öðrum channel og ég ætlaði einhvern tímann að gera playlista bara yfir músíkina. Hann er óbúslega hrár en það er eitthvað tónn í músíkinni hjá honum sem ég er alveg bara sökkar fyrir. Sko, Jim H benti mér á einn augljósan punkt í einhverju vídeó sem ég sá bara í vetur. Hann sagði, why are they always talking about Nazis and never about Germans? Já. Þetta er sko, þetta er afbrigði af hægri vinstri blekkingunni, sko. Já, að vissuleyti, en ég sé þetta sem afbrigði af dímonisman. Þegar þú býr til eitthvað svona dímonisma hugtak og setur svona limmið á það, þá ertu búin að búa til ákveðin stimpil, sko. Já, en sko, Ég verð að gera þetta hljóð aftur. Já, þetta er flott. Þetta minnir svolítið á reyndar doggy style. Þú ættir ekki að segja neitt. En allavega, sko, Edvard Griffin, hann hefur tekið hægri vinstri blekkinguna mjög vel fyrir og ég reyndar tók einhverjar eftirlíkingar af því að sko hann var að tala sko ég aldrei skilið þetta sko lengst til hægri og lengst til vinstri var mér kennt í skóla og ætti að vera svona andstæðingar eða svona andstæð viðhorf.
Já. Og þar getur líka sagt sko, manni var kennt að nasismi og kommunismi væri andstæð viðhorf. Já. En svo þegar þú farið að rannsaka það, þá eru þeir allir sammála það að það sé þröng elita sem hefa allsnægtir heimsins og allir aðrir séu bara í skítnum að rækta, að búa til dót fyrir elituna sko. Og þeir sem eru eitthvað ósáttir við það, þeir eru drepnir. Þeir eru alveg sammála það. Þannig að sko, það að vera að setja einhvern nasista límiða eða hægri límiða, vinstri eða kommunisma eða jafnaðarmennska þetta allt saman bara froða. Já, þannig erum við bara sammála þetta með límiðana. Þú þarft að fjarlægða límiðana af, hvort sem hann inn í þessu hægri vinstri eða í þessu dímonismin náttúrulega mystist fyrirbæri, en við þekkjum þetta, þú dímoniserar einhver og þá ekki hægt að ræða. Það til þess mjög áhugavert fyrir þá sem hafa áhuga á þessu, var svona því að ferst hjá mér að David Cole, hún var boðið á mjög vinsælan spjallþátt hjá manni í Bandaríkjunum sem hét Donahue, eða Donahue Show, og ef þú googlar, eða bara YouTuber, David Cole, Donahue, þá til slatta myndböndum að þessu, sömurum reyndar með svona sionisma áróðri inni, svona klift inni til þess að halda þér á réttri línu. En svo til aðrar útgáfur það sem óklift, og ef þú horfir á þau, þá sérðu hvernig notaðir svona múgsefjunartækni til að kæfa mennina sem koma fram og að tala holocaustið. Þeir koma það tveir, Bradley Smith og David Cole, og Bradley Smith hefur verið svolítið marginaliseraður, en hann var mjög öflugur tíma og með skemmtilega YouTube-rás. Það sem vekur minn áhuga þarna sem sagt, ég hef ekkert sérstakann áhuga í rauninni á holocaustinu per se, heldur það sem ég hef áhuga þarna á dímonismanum, þar sem múgsefjuninni, mind controlinu, og ég bara benda á þetta mjög gott vídeó af þessum þætti bara fyrir fólk að skoða, þar sem þú sérð hvernig það kemur einhver maður fram með málefnaleg rök, svo koma aðrir fram með tilfinningaleg rök og svo múgsefjur notuð til að gefa þeim vægi og til þess að þið sjáuð alveg hvað þeir eru vitlausir í það ekki, þú veist. Já, þeir eru bara nasistar og þú veist, þetta svona af því þetta ennþá notað út allt, bara nasisma fyrirbærið svo stórt. Það svo auðvelt að nota það til að sýna, sjáðu dáleiðsluna. Þetta alveg svo með feminismin til dæmis dæmi þetta. Já, þeir nota límiða og síðan þeir náttúrulega með bara sá límiði sem að virkar best, að hann notaður í ákveði plott Já. Og hvort sem það notaður límiði nasismi, kommunismi, jafnaðarmennska, feminismi, að þeir með hverjum eða vændi eða með hverjum límið það fylgir svona tilfinningarhlaðið rugl og þú sérð alltaf hvort að þetta psyop að þegar að lógíkin fer úr umræðinni Já. Þegar hún hættir að vera lógísk. Það eins og sinna rakkanum, þannig órór út af lóðarinn. Já, ég hérna með 2 flugur í útsendingu og það hérna regla á heimilinu að við drepum ekki flugur sem að meiða ekki okkur. Sammála því. Þessar vil ekki fara út og þegar margóft opna hurðin og reynda svona lokka þær út. En það fleiri spurningar frá hlustendum, það hérna í sambandi við Eton College og þetta Single Sex Boys, þessir engaskólar sem að breski kalla aðallin var sendur mikið á. Já. Og þarna var eflaust eitthvað pítafylli og alls konar drasl í gangi, en ég held að þessi, ef ég byrja að segja mína skoðun, ég held að þetta sé gömul verkfæri. Ég held að þessu hættir að nota þessa verkfæri núna, að vera með þessa strákaskóla og þessi gömlu bresku verkfæri held ég að séu orðin bara outdated og þeir eru konum með miklu fullkomnari aðferðir í dag.
Ég sammálaður, ég vil lengur við þetta bæta, en það minnst hins vegar synkronísitið áhugavert, vegna þess að það bara nokkrir dagar síðan ég var að velta fyrir mér, ekki þessari nálgun, en ég var að velta fyrir mér single sex skólum og velta fyrir mér Margréti Pálu og Hjallastefnunni og fór að tengja það við þessa gamlu bresku stefnu. Þetta var ekki bara bresk stefna, þetta var víða í Evrópu og mörgum löndum. Og ég fór aðeins að pæli í, reyndar ekki þessari nálgun með þetta, en ég fór að velta þessu fyrir mér hvort það væru ennþá svona skólar erlendis og það væri vert að grúska í því. Ég hefði gaman að því ef einhver grúskar í því og sendi mér bara punkta það. Af því ég gleymdi svo rekja þetta, en ég alveg til í að ef einhver sendi mér punkta þetta, að pæli í þessu, en einn punktur þetta, alveg definitely. The making of an empire. Sko, breska heimsveldið var alveg óbóðslega fókuserað og það þurfti nánast engan áróður inn í því eða propaganda eða heilaþvott eins og þarf í sko restin í þessu ameríska heimsveldi sem við erum, þessu nýja heimsveldi. Þú sér það, nýja heimsveldið, ameríska heimsveldið, nýja Róm, að hún notar heilaþvott, propaganda og kontról, masskontról. Og mér langar að koma hérna á framfæri athugasemd sem kom frá góðum vinni bara í gær, sem fylgist, hann fylgist mjög vel með dótinu sem ég að koma með. Og hann sagði við mig einmitt þetta með kontról og þessa vaxandi ástríðu íslensku elitunar til þess að nota lögregluna í meira mæli til að stjórna og þessi nýju lögum að koma bara inn með hurðin á herðunum bara því að mér grunar þú hafi löðrungað hérna einhver. Ég er ekki að gera lítið úr löðrungi eða þú átti ekki að löðrunga neitt, sko. En bara því að frú Sigríður heldur að þú hafi löðrungað einhvern, þá má hún núna koma með bara fullum þunga inn í eldhúshjáður. Og friðhelgi heimilisins engin samkvæmt lögum á Íslandi og forsetinn undirritaði það. Þetta valdstjórnin forsetinn. Menn skilja það ekki. Það búið að heila þú okkur með forsetann að hann sé óvirkur. En hann ekki óvirkur. Hann er mjög virkur. Hann ber ábyrgðina á þessu. Og hérna, hann segir þessi góði vinur minn, þú getur ekki stjórnað vitund. Það alveg sama hvað kemur með mikla stjórn. You cannot control consciousness. Og global consciousness, collective consciousness, það alveg sama hvað reyna að herða einhver skrúfutök. Þú getur ekki búið til styttu úr vatni. Og hann var, þessi góði vinur minn... Í frostir, eða frost, þá getur það. En hann var líka að gefa mér hól, sko, af því ég svo oft búin að tala við þurfum að vera vatnið. Ég ekki verið að tala mikið þetta nú reyndar í sumar, ég var að tala mikið þetta í vetur. Og ég pikkaði þetta upp og ég sagði já, við þurfum að halda áfram að tala þetta. Að eins og bókinu Veginn kennir, og hann myndi með þetta. Þessi góði vinur minn var að bara minna mig á fullt af hlutum og mér langar að koma þeim bara áfram. Leita þeim áfram að við höldum áfram að þess að hugsa þetta að vera vatnið og þessa vakningu meðal fólks og vitund. Að það skiptir engu máli hvað þeir reyna að stjórna, þeir stjórna ekki hugaðinn. Ekki ef þú frelsar hugaðinn. Já, ég bara ætla að skjóta inn á mig í manna, ég búin að vera að halda í mig núna, að það væri gaman að sjá detail myndband frá þér munin á gól og gólum. Frá mér? Já. Hvernig ég fara því? Þú myndist á þetta, þú átt punktinn, þú sagðir að það væri munur á gól og gólum, sko. Mystíkinni svolítið meiri munur að því, það Þetta er bara mín útgáfa, sko. En þetta er svona beiðni hjá grúppíunni Axel. Okay. En í sambandi við consciousness, sko, þó að ég hafi gagnrýnt það síðast fyrir að vera ómikið í gufunni. Já, einhver verður að vera í gufubæði. Já, þá skil ég alveg þín konsept með það og það er mjög mikilvægt að skoða hlutina frá þeim sjónarhóli líka og ég man ekki nákvæmlega hvar það í Biblíunni, það var þegar voru að tala að Jesú var að gera kraftaverk hann væri sem sagt
undir valdi djöfulsins og hann var í raun að gera kraftaverk í hans valdi, þá svaraði Jesú eitthvað svoleiðis að þá það ríki sundurþykkt sjálfum sér eitthvað svoleiðis. Já. Manstu eftir þessari pæling, ég bara með ég man ekki hvað það einu sinni skrifað eða hver, en þessi pæling sko. Og það sem að elítur kynslóðana og það sem að lærdómur elítunar sem að flytur þekkinguna sko þeir eru að spá í hvernig getum við geymt þessa þekkingu í 100.000 ár sko. Þannig að okkar blóðlína haldi þessari þekkingu fyrir sig alla þennan tíma. Að í öllum þessum pælingum þá alltaf talað að sko ef þú ferð út fyrir ákveðna línur, sem sagt það sem þú ert komin út í bara algjöran viðbjóð og þú ferð að ofbjóða þessu sem að margir kalla alheims consciousness, hvað kallar það, alheims vitundin, já. Ef þú gengur of langt gegn henni þá hrynur þitt eigið veldi sko. Og það held ég að sé að gerast núna að sko þessum elítum hefur tekist að halda þessu svona innan ákveðins kontról en það virðist að allt sé að fara úr böndunum sko. Að það virðist vera að global elítan að tapa öllum völdum sko. Já, hún fyrst og fremst að tapa völdum yfir sjálfri sér. Já, bara og yfir heiminum sko. Þeir verðast algjörlega að vera að brenna ofan af sér kofan sko. Já, þetta er stórt dæmi og þetta tengist aftur að þú ert að tala með ákveðna þurrð hjá, sko það náttúrulega margir samsæringar eru disinfo eða misinfo og þeir, sko þú þekkir það oft best af því að þeir eru oft stopp, þeir eru í lúpu. Þeir eru oft að takmarka sig við bara þau efni sem þeir eiga að taka. Þú sérð þetta á því sem kallaði tröll. Sem sagt, ef þú horfir á, sko að því nú tröll, sko nú í dag eru menn bara, ef einhver að rífa kjaft, þá hann kallaði tröll í dag. en sko ef að mig grunar einhvern að vera seriously tröll, bara svona seriously, þá dæmi hann ekkert endilega sem bara já, þú ert bara neikvætt tröll. Ég sagði, já, ok. Hvað á veggnum hans? Þá fer ég á veggina, hvað er 50% af því sem hann póstar? Og þá sé ég kannski, bara með dettur yfir eitt tröll sem var enginn vafi með í fyrra, bara manneskja sem póstaði bara 3 málefni, hún var ekki bara í einu málefni, hún var ekki bara svona obvious, það voru 3 málefni, en málefnin tengdust, þau voru öll á vissum hægri kanti. Þau voru allir Rand Corporation fyrirbæri og þau voru allir inn í ákveðinni rörsýn þar og hún tók bara þátt í umræðum þessi málefni. Þannig að sko þarna voru athugasemdirnar og rifrildin en það var líka póstarnir og síðan fór ég í sko hver ferill þessara manneskju, ágætis manneskja, þetta engin stimpill, heldur bara, þetta bara identification. Að býta hver ferill hennar, starfsferill og já, þessi punktar stemma. Ferillin inn í þessum hægri kanti og póstarnir inn í þessum kanti og athugasemdirnar, þarna operation í gangi. En eins og einn góður vinur minn benti á, hann sagði sko sum tröll eru af því þau trúa á þessa sneið. Þau eru kannski bara obsessed með þessi málefni. Bara eins og kona sem kannski sannfærið feministi, hún í þessu málefni, hvort sem hún tröll eða bara áhugasöm. Vist. Við þurfum að fara varlega í þessar leipileikar hérna. Þetta er alveg rétt hjá þér að fólk eru páfagaugar. Já, það virkar dálægslega, en þú ert nefnilega að tala sko, ef við förum yfir bara við dettur í hug sko með Morris, þú veist að ég hef svolítið gaman á Morris. Já. En Morris sko ég held að hann sé ég veit eiginlega ekki því að skoðun á honum.
en ég bara gaman að taka stundur stikkpröfu á honum, þá bara horfi ég á hann byrju og hann alltaf með 10 mínútna vídeó sko, nánast, og bara tekið 2-3 vídeó, en hann eiginlega allan tíman bara að segja ISIS, 9/11, Syria. Veist, þetta svona 80% af því sem hann að tala og Ísrael og Gaza og hann bara að horfa á þetta og þannig ég hugsa bara já, ok, þú ert ekki að segja neitt nýtt, en ástæðan fyrir ég tek pröfur á honum að hann tekur reglulega viðtöl við Joaquín Flores og ég tek mjög mikið mark á Joaquín Flores og fleiri myndu græða á því að hann er verulega hæfur rannsakandi, hann með frábæra vefsíðu sem heitir Syncretic Studies, þú ert smá stund að átta þig á henni, ég nota hann ekki oft, ég frekar hlusta á viðtölum, en hann póstar oft viðtölum sem aðrir taka við sig þannig, hann ekki að gera YouTuber á sjálfur, hann ekki að predika eins og við Axel. en hann kemur með frábæra punkta ef menn hlusta á hann. Sérstaklega... Ég held að það sé komið tími núna á samskot. Halleluja. Látum baukana ganga. En ég ætlaði mér einhvern tíma að vera búin að setja í vídeóum minn share og support it or share it, bara svona link support it or share it, bara, þú veist ekki or don't give a damn it support it or share it or not og enda þá bara not.is. Já. Nei, en sko það feillinn sem að flestir falla líka í að það að fara að eltast við persónur og leikendur sko. Já. Það var hérna rannsókn sem var gerð það sem að einhver félagsfræðiprófessor eða sálfræðiprófessor einhver lét nemendur sínar ofan í kjallara og skipti þeim í tvennt, fangaverðir og fangar. Og hann þurfti að stoppa rannsóknin eftir 3 eða 4, hann ætlaði að hafa þetta í 2-3 vikur sko, hann þurfti að stoppa rannsóknin eftir bara 2 eða 3 daga því að fangaverðinu voru fannar að nýðast svo á samnemendu sínu sko. Já. Þetta var horrific. Já, og hérna þannig að það eiginlega þess vegna sem að manni finnst svo fáránlegt þegar menn að rífast persónur og leikendur því að það eru 99% líkur að þeir sem að kritisera einhverja persónur muni gera nákvæmlega sama í sömu aðstöðu. Já, og það var gerð skildrannsókn þar sem fólk var látið sitja við stjórnborð og þú ýttir á takka og þá innfliktaður sársauka á einhvern sem var í öðru herbergi og þú varst látið auka styrkin kerfisbundið þangandi viðkomandi sem var tengdur við tækið fór að öskra. Og svo var einhver sem stjórna, sko málið var, það var gert annars vegar hvar stopparu og flestir stoppuðu við ákveðin hljóð, bara, nei, nú ger ég ekki meir. En ef það var einhver á staðnum í einkennisbúningi, þó einkennisbúningurinn var í hvítur sloppur, sem sagði, jú, ýttu meira, þá kom svona break þar sem þú hefði stoppað, en leið þú fórst yfir breakið, þá var ekkert break. Þá var einhver annar farin að segja þér fyrir verkum og þetta mjög óhugnanlegt. Já, og svo var hérna bara nútíma rannsókn, það var einhver gaur sem fór bara með vídeókameru út á götu og fyrir framan einhvern shoppingmál eða eitthvað, bara gangstíð, stór gangstíð sko. Já. Þá mætti hann í einhverjum svona bara svörtum búning sko, með einhverjum gylltum hnöppum og voru að segja fólki, já, heyrðu, vinsamlega labbaðu hérna, ekki fara hérna yfir sko. Já. Og 90% af öllum fór eftir þegar hann var í svartabúninginu, svo gerði hann þetta bara í námsmannabuxunum sínum sko. Og fólk bara, þegið þú bara og labbaði áfram sko, eins og ekkert væri sko. Já, þetta áhugavert. Já. Þannig ég á að fara yfir í jakkafötum í vídeónum mínum og hætta að reykja og fara í áhorf. Það er spurning hvaða markkóp þú ert að eltast við Golluminn eða Gollinn? Ég held að ég sé nú bara að drepa leiðindina til mér leiðist. Og hvernig gengur það að drepa þau? Sko, málið þegar þú ert búin að horfa á ákveðið mikið af vídeóum og þið vantar eitthvað vídeó til að horfa á, þá býrðu það bara til sjálfur. Já, einmitt. Ef þú sér mig ákáðan í vídeónu að því ég get ekki beðið eftir að hætta þessu og fara að horfa.
En ég held reyndar að líka talandi ef við horfum að þessi spegil, næsta stig á þessari frelsisvakningu á vefnum, YouTube-num sérstaklega, að núna hafa þetta verið óbúslega mikið sólóistar sko, sem að keyra fram í sólói og að tala sínu máli sko. Ég held að næsti fasi í því verður samræðan sko. Og ég til dæmis hugsa að á vissum tímapunkti muni okkar persónulegu vídeó hafa miklu minna vægi heldur en djúpkafannar sko. Og við eigum að finna fleiri partnera sko inn í myndina. Ég pröfaði aðeins að fá fleiri inn sko, og það er óbúslega erfitt að ná þessu flugi sko, sem virðist heppnast á milli okkar sko. Og það hafa nú komið upp svona hugmyndir til þess að tala við og jafnvel opna meira á slíkt sko, en ég veit ekki, þetta er kannski í skáklíkingamálinu sko, ég veit ekki hvað stórmeistar í skák nennir mikið að vera að spila við fólk sem verður alltaf heimaskýstmátt sko. Það gæti spilað inn í, sko, þú segir þegar við byrjum að tala saman, þá ég búin að gera slattað myndböndum ýmislegt sem ég lá á hjarta. Já. Og ég var komin yfir feimnina. Já, og þú hefur líka sko maður gatar þig ekkert svo létt í biblíufræðum og alls konar svona fræðum sko, það sem að aðrir koma bara algjörlega tóðum kofanum sko. Já. Og til þess að ná flugi þá þarf það eiginlega sko, þetta er eins og að vera skákmaður og kunna bara spila með 4 leikmenn sko, kannt bara 4 og svo skilur bara hinn alltaf eftir því að þú kannt ekki að nota þá sko. Já, sumir getur verið feimnir af því þeir getur hugsað ég hef ekki svo mikið að segja. En ég held að, og svo er þessi feimni með hvernig líti út í vídeónu, hvað muni fólki finnast og það er svo margt. Ég hef ekki þessa feimni sko. Ég myndi koma, sko, ef að ég teldi að vera þess virði, þá myndi ég ekki hika við, þú veist, ég myndi ekki einu sinni leyfa mér að hika við að koma nakin fram. Literally. Við eigum eftir að gera þátt með raskatir einhvern tímann, það sem við tölum okkur raskatir. Fyrir fræðina myndum við ekki, veist, bara, já, let's do it. Ég myndi ekki hugsa með tvisvar að labba nakin eða Laugaveginn ef ég teldi að vera einhverju góðu málefni til framdráttar, sko. Já, ég veit. En það þýrst að vera verulega gott frá málefni. En ef ég teldi það vera verðið málefni, þá myndi ég ekki hika við það. Þá líka sko þannig sjó yrði rosalega mikið þannig bara að ég væri bara pirraður sko, það er svona bara pirrsjó, veist. Já. Maður er svona bara, veist, come on, ég meina, veist ekki hvernig biskup gengur ennþá, veist, það er bara eftir línunum, veist, ég nenni ekki að tefla en já og nei, sko, ég held að, sko, ég veit fólk allan í okkar vinarhring, sko, sem að að spá í sína hluti, en kannski einmitt, það var eins og bara eitt góður vinnur okkar sem að sagði við mig daginn, ég hef ekki gert þeim vídeo út af ákveðin, og hann nefndi ákveðin persónuleg atriði, bara ákveðina feimni, sko, við að koma fram fyrir myndavélina og byrja. Ég skil það, ég held að þetta haldi aftur á mjög mörgum að vera að koma sínu málefnum fram. Það geta allir gert YouTube-vídeó, allir hafa webcam í dag, það geta allir gert þetta. Já. Þetta er ákveðin feimni, sko. Ég kannast, já. Þeir sem eru feimnir við kameru geta náttúrulega að byrja á sprekkar eða eitthvað slíkt, það sem er bara röddin sko. Það er mjög einfalt. Byrjaði bara á að nota mikrofónin í símanuðin, bara að gera diktafónupptökur. Já, og líka annað sko að sko ef ég tek aftur stórmeistara, ekki það ég sé eitthvað stórmeistari, ég er bara doktor sko. Þú ert að gera nýtt plagg, bara að gera nýtt stórmeistara plagg. En ef ég nota þessa líkingu sko, að þá þegar maður er kannski stórmeistari að undirbúa sig undir stórt mót sko, þá segir maður svolítið pass við að tefla við byrjunina og meðan sko. Já. Og það er ljóst, sko ég er að undirbúa mig andlega undir haustið, sko. Já, eins og margir. Það verður ég býst við miklu álagi hjá mér næsta haustið, þess vegna er ég til dæmis núna, og ég náttúrulega byrjaði fyrir 2 vikum í nýrri vinnu, þannig að maður veit ekkert hverju maður mætir, sko. Ég reyndar ég núna þeir borgundu með hótel, sko.
Já. Og ég fór fyrstu vikuna undirbúin undir það að fara í herbyggi sko, eða í svona íbúð. Þannig ég var með allar matinn og kokkagræðunar og allt og keyrði þess inn á hótelið og dömanar í resepsjónu sem hvað, þetta bara að flytja hingað? Þannig að núna erum við konana Hanna allt hún í eina tösku og það með talið stúdíóið mitt og og fólk má ekki og líka sko, reyndar eru við báðir búin að gera það í beinni útsendingu bara ef að þú ert kjáni þá bara keep on walking sko, ef þú ert heimskingi þá ekkert hérna fyrir því hvað sem sko. Ef þú ekki fattar hvað ég að tala farðu þá að gera eitthvað sem að þú fattar. Já, og ég sá líka þegar þú byrjar að gera þetta í vídeónu þínum þá sá ég hvað léttist hjá þér sko. Bara hætt að gera þessum heimskingum til hæfis og bara keep on walking sko. Og þetta ákveðið atriði sem að ég þurfti að glíma við á sínum tíma í frelsinu og sko en ég mjög umhugað að fleiri komi inn og fleiri byrji. En það óbúslega erfitt að senda flugmenn að stað sem kunni ekki að sitja niður lendingabúnaðinn sko. Já. Fólk verður bara að ná þessum konseptum sko og ef að fólk bara ekki á fullu til þess að fara yfir öll vídeóin hjá þér og mér og að endurmennta sig og bara alveg að ná öllum þessum konseptum þá hefur það hvað sem ekkert að gera upp á dekk. Já, mér langar að bæta við þetta sko að þú hefur lag á því að tala hluti sem fólk fílar að heyra tala og gera það á þann hátt sem fólk fílar að hlusta á það. Og þetta talent sem ég hef ekki. Og ég ekki að gera neitt svona samanburð þannig, ég bara að segja að sko þú og það margir aðrir sem eru líka að reyna að ná athygli, bara reyna að koma ykkur á framfæri. Ég lít á mitt starf miklu meira þannig, heyrðu, ég búin að fatta eitthvað eða ég á einhverju skoðun eða mér finnst ég að einhverja sýn á eitthvað þarna málefni og ég ætla að henda því frá mér. Ef einhver getur notað það, þá notar hann það. Alveg eins og ég sagt við þig, ef þú sérð einhverja punkta hjá mér sem að þú getur matreitt og gert matur eða tengt eitthvað annað, þú þarft ekki einu svona vitni hvar þú sást það. Sko. Ég veit hvar þú sást það. Þú veist. Ég þarf ekki að ytri viðurkenningu. En þess að ég lít á sjálfa mig sem bara dropa í þessu flæði. Að ég veit að ég með ákveðna sýn sem kannski svolítið svona far out of the box, en ég veit að það fólk að nota þetta, eins og maðurinn sem ég vitnaði áðan, sem að var að bæði minna mig á og bæta við, sem sagði mér, heyrðu, þannig eitthvað sem kíkt á þetta, en þessi aðilis, hann sjálfur mjög aktífur að tala við fólk. Þannig ég lít meira á það þannig, ég hef ekki áhuga á fylgjendum sjálfur, ég hef engan áhuga á einhverju svona halleluja dæmi, en ég hef áhuga því að segja fólki sem getur skilið það sem mér finnst, en ég hef engan áhuga því að sé sammála. Já, ég sammálaður og ég segja það sama, mér sama að fólk noti allt sem ég að segja og leggja fram. Hins vegar eitt sem að, sko, því ég var í auglýsingabransanum og hef unnið mikið með skapandi hugsun. Ég ekki sammálaður að maður ekki láta nafn sér getið, allavega fyrst þegar maður notar eitthvað frá einhverjum öðrum, þá finnst mér að maður að segja hvað maður hefur það. Já. Og ef maður myndur á það, einhvers veginn, heyrðu, þetta var nú eiginlega mín hugmynd hérna sem ég sagði fyrst, þá var maður að gangast við því að segja, já, fyrirgefðu, þetta var þinn punktur. Já, þetta haldið í heiðri, þá gengur flæðin mikið betur af því þá leggur fólk niður varninar. En þetta líka bara sjálfsögð virðing, svo ég passa mig á því þegar ég fæ eitthvað frá þér og þá segi Guðjón var að tala þetta og þetta frábært konsept hjá honum sko. Og síðan kannski notaði eða hnýti það inni hjá mér. En ég held nefnilega að það væri mistök að sleppa því nefna hvað maður hefur punktana og líka þegar það kemur eitthvað frá hlustendum þá segi þetta kemur frá hlustandan nema ég hafi fengið leyfi hjá honum að nafngeta og þá nafngreina hann alveg hygglust sko.
Ég ger þetta sjálfur, eins og þú veist, ef ég man hvaðan ég fekk það, þá get ég þess, ef ég man hvaðan ég fekk það en veit ekki hvort ég má nefna viðkomandi, þá segi ég bara að ég fekk þetta frá einhverjum og svo framvegis, en ég, sko þegar ég einu sinni búin að segja, heyrðu, ég búin að fá einhverja hugmynd, ég alveg örugglega með einhverja hugmyndir sem ég að nota sem að ég fengi frá Frelsi-TV, sko. Ef ég að nota hugmyndin og man ekki eftir að hafa gefið kredit áður, ef ég veit ég hef áður gefið kredit, þá ekkert víst að ég sé að hafa fyrir því að skemma sko flæði ræðunar. Já, ég skil, en ég vil bara hnykkja á þessum punkti að þetta sem þú komst með núna með munun og gólum, ég var ekki búin að átta á þessum mun til dæmis. Já, ég var bara að gera það leið og ég var að segja þetta sko. Já. Ég þarf að rifja þetta upp og pæla aftur í sig. Já, en það oft þegar maður byrjar svona skapandi starf eins og brainstorming fundi og alls konar skapandi hluti þetta er allt saman einhvern veginn bara svona í gangi í hausnum og maður man ekki, en ef maður setur sig það sem markmið strax í upphafi að setja kredit það sem kredit á heima þá óbúrslega fljótt manstu þegar punktarnir koma upp ef þetta er allt bara svona einhverju hræðrigraut sko að það mikið betra að hafa kontról eins og ég get þegar kannski maður búin að vera í mæta á 3, 4, 5 hugmyndafundi, ég get sagt nákvæmlega hvaðan inputi kemur frá hverjum inn í hugmyndina sko, það sé 10 manna hópar að vinna sko. En ástæðan fyrir ég að orða þetta svona áðan er að þegar maður lendir í svona fyrirbærum eins og sko, ég byrjaði einhvern tímann í fyrra, ég veit ekkert hvernig ég byrjaði á því að taka út eð og setja G í staðinn í lígveldið. Og þetta var mér orðið svo tamt í vetur að ég þarf að minna mig á þegar ég skrifa lígveldi. Þetta er orðið, og ég sé að það eru fleiri að byrja að nota þetta orð, lígveldi, og ég ætla bara, þú veist, í Guðs bænum farið ekki að skrifa undir, þetta orð kemur frá þessum, núna er orðið almenningseign. Já. Þú veist. Það má ekki taka þetta yfir í extreme, sko. Ég veit að ég hef átt ýmsar hugmyndir og það, sko ég nefnilega komið á þann stað í dag að það gleður mig ef ég sé að hugmyndin meikaði sens fyrir einhverjum öðrum, nógu mikið til að hann fór að nota hana. Viðkomandi veit hvað hann fékk hana eða ekki, en ég veit að með menn eins og mig og þig og fólk sem er að vinna með skapandi hugsun, að við berum virðingu fyrir hver gaf okkur hugmynd. Við gerum það hvort þið er, þú veist, fólk sem tekur sér alvarlega í skapandi hugsun, það ber virðingu fyrir, þú veist, gives credit where it's due. Já. Það eru ákveðnar óskrifaðar reglur þarna, sko. Já, en þetta hefur gengið mjög vel hingað til, ég held að það hefði ekkert verið traðkað á neinum tám en þá. Já, allavega, ef ég traðka á tám þá beðst ég afsökunar því ég virðist eiga mjög auðvels með það. Ekki traðkað á mínum en þá allavega. Nei. En hérna sérðu, hérna er dæmi núna situr stórmeistari Sturla Jónsson fyrir 15 mínútum á vegginn á sér. Einhver getur sagt mér hvar ég finn kennitölu, heimilisfang, póstnúmer, símanúmer, ábyrgðarmann og fyrirsvarsmann valdstjórnarinnar? Það hlýtur einhver að vera á valdstjórnin. Er hann búin að vera að hlusta á djúpkafanir? Ég fór á stað með þessa spurningu, veist, hver er þessi valdstjórn sem er alltaf verið að brjóta gegn? Sko ég visti, þú varst eitthvað að tala um þetta daginn og ég hugsaði, byrju, var það ekki ég sem talaði um þetta fyrstur? Svo ég sagði, nei, ég veit ekkert hvor okkar fór að tala um þetta fyrstur. Að valdstjórnin hefur ekki kennitölu, nei, byrju, ég man að þegar ég orðaði þetta, þá sagði ég, hver er kennitala og varnarþing valdstjórnarinnar. Svo fórum við að tala um þetta. Ég veit eins og ekkert hvor okkar byrjaði að tala um þetta. Ég ekki hugmyndað. En þetta er spurning sem vaknaði djúpkóðum. Það veit ég. Og við höfum oft fjallað um þetta. Já. En þú mátt eiga eignaréttinu hugmyndinni. Já. Ég nenni ekki. Já, fyrir ekki. En svo er líka, svo þróast hjá manni líka, eins og ég sagði alltaf Sato fyrst. Já. Nú er ég búin að breyta yfir í Snato, því það er eiginlega betra. Já, það er það. Það hefur líka dýpri merkingu að því að Snati er náttúrulega svona varðhundur, sko. Sem er hægt að nota sem árásáhund líka, þannig að Snato
Ég sé hérna Stebbi segir sko Sameinuðu þjóðirnar náttúrulega hugtak sem ég fann upp líka en ég eiginlega búin að þróa það yfir í Sameinuðu þrjótarnir sko. Hérna, við skulum bara skora á einhvern skona nördískan grúskara sem að fylgjast með okkur báðum. Ekki einhver til í að búa til encyklopedía yfir hugtök frá Guðjóni og Axel? Já. Og rekja svo í djúpgöðunum hver sagði það fyrstur. Nei, svo verður svona taka neitt út í öfga sko. Svo verður svona kaffisafsæti þegar við gefum bókina út. Já. Þú varst að tala bara eitthvað held í live-inu síðast eða fara á þér eitthvað. Ég man ekki einu sinni hvað það var. Það var eitthvað sem varst að tala og ég sagði byrju, þetta fættist í djúpgöðunum. Og ég sagði, hvor okkar talaði það fyrstur? Og ég sagði, Guðjón, who gives a fuck? Já. En það líka sko maður brýnir mann og þá mætir svona þriðji á vettvang einhvern veginn. Já, ef við förum að þrefum hver sagði eitt orð fyrstur sko. Já. Ok, þá getum við verið þar sko. En mér langar að halda árum að þreifa áfram gegnum þokuna því að mér finnst þetta frábær punktur sem komst á það, við skulum hamra aðeins. Það komin ákveðin furð í samsæringaheimum. En það líka ákveðin kyrrð hjá elitunni, það ekkert stór fölsflögg núna. Þeir að undirbúa, það gríðarlega mikil vinna í gangi núna, hvernig þeir komast áfram sko. Af því að við YouTuberar eða samsæringar erum búin að stoppa þá í því sem þeir hafa verið að gera. Þeir komast ekki lengra. Þú sér það bara á 20 mínútum búið að upplýsa fölsku flöggið. Og það sífellt fjölgar áhorfendum samsæringa. Já. En þú komst með eina samlíkingu þegar við köfum síðast. Þú vorst að tala snákurinn gerir hamskipti. Já, einmitt. Og þetta búið að dúkka upp hjá mér, hver verða hamskiptin sko. Ef fölskuflöggin dugur ekki, hvað þurfum við þá að finna? Og hérna ertu komin með ákveðna tilgáttu, það getur orðið drepsóttar fyrir bærið. Það getur orðið hvað? Já, við vitum að í handraðanum þeir með, sko, við vitum nokkur plan B. Þeir að tala það massívar eiturherfæðir með yfirskinnu vírusar eða farsóttir. Það sviðsettar árásir út úr geimnum, að Marsbúar séu að ráðast inn á okkur og við þurfum að sameinast gegn ytri geimhættu sko. Og síðan það sviðsettar náttúruhamfarir sem sem sagt náttúrulega jarðskjálftar og allt það dæmi, stórflóð og að risa loftsteinn hafi hitt jörðina og þurrkað út bara vesturströnd Ameríku eða eitthvað svona sko. Og það náttúrulega, þeir eru búin að prufukera fullt af þessu drastli eins og þessar tsunami dæmi eru öll mannanna verk. Já. Og þannig að þeir eru bara á fullu í að vinna og undirbúa og fara með þessar aðgerðir í meiri stærðargráður sko. Mér langar að koma eitt punkt sem kemur frá þér. Don't take it to the extreme sko. Að þú bentir á einhvern tímann held í live eða hvort að við tölum það saman. Við þurfum eiginlega að fá þetta á hreint sko. Nei. War of the Worlds útsendingin. War of the Worlds útsendingin var breakthrough í þessari pælingu og Orson Welles var snillingur í sjónhverfingu. Það var lengi vel sem hann bara tók frí frá kvikmyndum og var bara í sjónhverfingaþáttum, gera sjónhverfingaþættina. It's all magic and bullshit. Halló. Já, það dast út í eina sekundu. Okay. Það svo auðvelt að gera sjónhverfingar í dag með myndmáli á netinu. Já. Að því talaður þeir geta búið til náttúruhamfarir í einhvers staðar, eins og þú sagðir, vesturströnd Bandaríkjanna sekkur í sæ og það hægt að selja þér það. Og mig langar, má ég venda aðeins hvaðinn í kross, bara því að koma upp í hausinn. Það var ein netvinkona sem sendi mig link í vikunni og hún deildi því inn á samsæringagrúppuna. Ég ekki lengur í samsæringagrúppunni
og bara fyrir þá sem hafa tekið eftir því að það voru 2 samsæringagrúppur sem ég var í sem ég sagði mig úr og ég gerði það ekki til að lýsa frati í neitt, heldur af því ég þurfti að fjarlæga mig. Af því ég var í ákveðnu grúski og verði í ákveðnu grúski nokkra vikur að ég þarf að fjarlæga mig aðeins frá ytri áhrif og það bara þannig sem ég vinn. Ég oft fjarlægi mig og kem svo kannski inn aftur setna. Bara svo fólk haldi ekki ég hafi verið að lýsa frati í neitt. Hún benti á þátti á Harmageddon í vikunni, þar sem Harmageddurnar eins og þú kallaðir kvitt. voru með sjáanda eða miðil sem hefur oft komið í fjölmiðlum. Ég man ekki hvað hún heitir þessi kona, Ólafsdóttir eitthvað. Já, það var einmitt hlustandi að spurja það. Ég var eiginlega hálfgerður sjokk eftir að hlusta á þetta, ekki síst út af því hvernig þeir komið fram með hana. Þeir eru algjörði dónar þessi strákar. Tell me about it. og þeir nefnilega greipu sífellt fram í fyrir henni og leyfðu henni ekki að segja neitt. Og tættu það allt í sundur. Og þeir voru... Já, og þeir voru ekki bara virðingu fyrir því. Og já, þeir gerðu það einhver leiti, en hún þurfti svolítið á minna. En skýt með það. Ég hlustaði á þetta. Í hvers skipti sem þeir opnuðu munnin, þá slökkti ég bara á eyrunum. Ég vildi heyra það sem hún sagði. Mér langaði að heyra lykilorðina því það með sjáanda sem að fá eitthvað. Sko, góður sjáandi túlkar ekki það sem hann sér. Hann leggur það bara fram og leyfir öðrum að túlka það. Og hún gerði þetta. Hún var ekki að túlka þetta, hún lagði þetta bara fram. Og hún sagði það ítrekað, ég vil helst ekki túlka þetta. Þeir voru að reyna að þvinga það til þess. En þeir settu síðan ákveðna túlkanir á það með þessum lykilorðum sem þeir voru sífellt að innprenta. Og niðurstaðan sem fólk fékk var, verður innrás í Ísland, verður efnaárás á Ísland, hvaða leiðtogi í elitinu að gera eitthvað, við ættum að fá hér. Þetta var stórlega breynilega. Já, það var það sem hún var að segja, sko. Ég held nefnilega að hún hafi aðeins miskilið vitrun sína. Að sko það ofboðslega mikið af berdreimu fólki og, já, Stebbi, hver á að fara að nota vopnin á hálendinni? Að það ofboðslega mikið af berdreimu fólki og eins og þessari konu sem að skynja hluti og eru með svona spider sense eða eru með skilaboð. Og það geti ég alveg kvittað upp á, en að biðja að fá herringað bara tómt rugl, sko. Við eigum að fara úr NATO. Já, við eigum að fara úr NATO, en sko hvaða her eigum við að fá til dæmis? Rússneska herinn? Helst, já. Já, ég þetta sammála því. Ég held að ef við eigum að velja her, þá eigum við að velja hann rússneska. Nú erum við nú fáum við rússastippilinn. Já, ég ætlaði að segja við áðan, þú varst að tala um nettröll. Núna getur þú sett í þrá bara tröll. Eftir nokkra viku getur þú satt bara Axel. Nú erum við orðið pútingsleikur. En já, ég hættur í límiðunum. Það verður ég tel að Ísland muni verða fyrir eiturefna árás eða sem verður coverað upp með sem farsótt eða sem einhver vírus dæmi. Ég á þeirri skoðun. Ég bað nú ég varpa út á neti, einhver sem getur komið mér í samband við þessa konu, sjáanda, mér langar að tala við hana símleiðis, ef hún fréttir af þessari köfun, þá henni velkomin að hringja í mig eða hafa samband við mig á netinu, því mér langar aðeins að tala við hana í fullri virðingu. Ég sjálfur með, eða með skástrík eitthvað af sjáandahæfileikum sem eru svona bara yfirleitt í marineringu. Mér langar að tala við hana þetta, en ég með ákveðna skoðun á þessu sjálfur. Ég held að þetta hafi verið dulbúin hótun frá miklurum. Nei, sko, ef ég tek myndlíkingarna mínar, sko, ef að þú ímyndaðir nauðgara sem að ætlar að nauðga konu, þá, af því það þekktasta módeli bara, þá þarf hann fyrst einhvern veginn að komast að henni, eða ekki, eða svona bjóðinni
drykk eða hann þarf einhvern veginn að fá hana í nærumhverfi sitt. Síðan þarf hann að yfirbaða hana með einhverjum hætti og svo þarf hann að einhvern veginn að ná af henni nærbuxunum væntanlega. Og síðan kemur þessi tímapunktur þegar hann þarf bara einfaldlega að reka hann inn, sko. Og það er svona ákveðið moment, sko, væntanlega. Og og það er momentið sem við erum í núna, sem Íslendingar eru í. Það er búið að lúra þjóðina inn í öngstrætið, sko. Og það er búið að rífa pilsið, þetta er alveg svona í myndlíkingu, sko. Það er búið að rífa öll fötin og nú er búið að rífa nærbuxurnar og nú er bara ekkert annað eftir heldur en að setja hann inn, sko. Og það er nákvæmlega staðan sem er í gangi núna, sko. Minnir mig á atriði í Erik the Viking. Erik the Viking kemur inn í þorp á Írlandi og víkingarnir, vinir hans, eru í því að ræna og rukla og nauðga og hann fer með einhverja írska snót inn í kofa og ætlar að nauðga henni, en svo allt í einu ákveður hann að verða heiðursmaður og hún missir alla virðingu fyrir honum af því hann klárar ekki að nauðga henni. Ég var ekki með þessa myndlíkingu fyrir en sko þegar sko, af því þú ert myndlíkingin svo út með líka, sko, ég er aðeins að horfa á umskiptingin, þjóðina sem er umskipt, þann hluta sem er umskiptingur. Hún er svo upptekin af öllum þessum spunum og öllum þessum stimplum og öllum þessum flækjum og öllum þessum rifrildi og öllum þessum baunatalningum og öllum þessum dóti og það er stór hluta þessum umskiptingsbjálfa sem myndi segja, heyrðu, við þurfum einmitt að fá hinga. Og ég sagði nú einmitt í einhverju vídeói í sumar, ég manni reyndar ekki hvaða vídeó það var, vídeó sem heitir The Fake War with Russia. Þar sem ég útskýri, það er engin herstöð á Íslandi. Þú veist, það er engin herstöð, það eru 5 orrustuþotur og þær eru bara að fylgjast með kafbátum. Það er það sem þær eru að gera, þær eru ekki neinu loftvarna eftirliti. Þær eru bara að fylgjast með kafbátum og ekkert annað. Sko, þoturnar sjálfar eru bara sýndarmennska því þær geta elt stóru flugvélarnar sem fljúga til Kúbu eða eitthvað. En þær eru, sko, þessar 5 orrustuþotur, það er hægt að kippa þeim úr leik á 5 mínútum. Þú veist, ef menn viti eitthvað nútíma herna, þá er ekkert mál að kippa þeim úr leik. Þær eru algjör sýndarmennska. Það sem er raunverulega verið að fylgjast með eru kafbátarnir á Norður-Atlantshafi og kafbátasiglingar Rússa. Ef það væri einhver hætta á stríði við Rússa á næstu sem 6 til 12 mánuðum, þá væru Bandaríkjamenn búnir að setja 1000 manna herlið hérna með tilheyrandi búnaði, bara lánar. Já, sko, Íslendingar, sko, ég hef stundum sagt að Ísland er bara oversized olíuborpallur, sko. Já. Og sko, ef það væru einhverjar herflug að sveima í kringum einhverja olíuborpalla í Norðurhafi eða eitthvað að gerast í kringum einhverja olíuborpalla, eru það einhverja fréttir, skilur? Já, einmitt. Ég meina, ef einhver að sveima í kringum olíuborpallin Íslandi, eru það einhverja fréttir? Það skiptir bara einhver máli. Ísland er svo lítið, reyndar höfum við getað mellast með atkvæðu okkar því við komumst inn í alls konar nefndir og ráð og bara á því að vera land, sko. Það er það eina sem að situr okkur inn á kortið, sko. Öðru leyti erum við bara ekki einu sinni mýfluga á framrúðunni á bílnum, sko. Má ég koma með eitt punkt sem að samsærissinnaðir Íslendingar, samsærishugsandi Íslendingar hefur gott af að heyra. Það er nú þegar svo mikið af austantjaldsfólki á Íslandi. Ja, mjög mikið af austantjaldsfólki á Íslandi. Menn sem eru kannski á aldrinum 40 til 55 ára. Menn sem fæddust í Sovétblokkinu gamlu. Menn sem fengu hugarfarslega skólun í Sovétblokkinni. Ég hef hitt menn sem voru þjálfaðir í hernaði í Sovétblokkinni. Ég bara, þú veist, á einu verkstæði, ég man eftir manni sem var í 2 ár í skriðdrekahersveit
í Sovétblokkinni, meðan ríkið sem hann kemur frá Litáenesi og hann var sem sagt í rússneska hernum. Þegar Litáen var sem sagt Sovétríki, hann var í sovéska hernum. Hann þú veist, það eru taktu til hans Rúmena, menn tengi ekki alltaf punktana, það er oft talað að sérstaklega í Englandi, það eru miklar umræður að rúmensku mafíurnar séu mjög hættulegar og það er engin að tengja punktana við það hverju stjórnar rúmensku mafíunum. Þetta eru menn sem voru dauðasveitum Ceausescu, menn sem að svífast einskis og kunna að plotta. Þú varst ekki bara settur í marsera, skjóta þennan, marsera, lemja þennan. Þú var settur í skóla. Þú varst látið til að lesa bækur, þú varst látið að taka próf úr þeim, þér var kennt að plotta, þér var kennt sálfræði stjórnunar og undirferðlis. Það sem ég ætla að segja það eru nú þegar vopn á, það er ekki vopnin þín á hálendinu, það eru vopn í 3-4 gámum, geymt við ákveðin sjávarpláss á Íslandi og það eru 1000 manna austantjáls hersveitin nú þegar á landinu. Hún er tilbúin að taka völdin á Íslandi og loka landinu á 6 tímum flötum. Og flutningaskip eða verksmiðjutogari, rússneskur, gæti verið rétt utan við landhelgina á sveimi, tilbúin að sigla hingað inn upp á höfn á 4 tímum og ganga í land á herteknu Íslandi, hvenær sem er. Og þessar 5 herflugur á Íslandi, þær væri það fyrsta sem væri tekið út af þessum 1000 mönnum. Og leið og þetta myndi gerast, þá myndu ákveðið fólk sem er alið uppi af Fabian Society, mynda nýja ríkisstjórn á Íslandi og biðja aðstoð Rússa, þeir myndu segja sig úr NATO og hefja, innan 2 sólarhringa þá væri komin hér rússneskur floti að beiðni íslenskara stjórnvalda. Þetta er alvöru samsæri. Þetta er geranlegt, þetta gengur fullkomlega upp, þetta er mjög auðvelt að framkvæmda þetta og ef að mér datt í hug svona hernaðaráætlun, þá getur þú treyst í að bæði er til þessi áætlun í Kreml og í Pentagon. En það er ekkert í veruleika Íslendinga í gegnum menntun eða fjölmiðlun sem kennir fólki að skilja svona veruleika. Ég veit nógu mikið hernaðarlegan veruleika til þess að ég veit að þetta er geranlegt. Rússar geta með öðrum orðum hertekið hérna landið á 12 tímum og tryggt sér pólitíska veru á landinu á 6 sólarhringum. Og NATO myndi ekkert gera. Þeir myndi ekki gera neitt við því. Já, en þetta er geranlegt, alvörunni geranlegt. Já, en þeir hafa bara enga hagsmuni, Nei, þeir græða ekkert á því. Þeir hafa ekkert að gera. Nema eitt, þeir græða reyndar eitt á því. Innan 12 sólarhringa væri hér komnar, ef þeir væri að fara í alvöru stríð, það er það sem ég er að segja. Ef þeir ætluðu í stríð, þá myndu þeir græða mikið á takalandið. Vegna þess að hér er svo fínt lendingastaður bæði fyrir skip, kafbáta og flugvélar til þess að tryggja sér yfir á Norður-Atlantshafi. Og það er þetta sem ég er að benda á. Yfirráð á Norður-Atlantshafi eru lykilatriði fyrir flotastöðina í Múrmansk. Og fólk fattar ekki hvað þetta er stór og öflug flotastöð, hvað hún skiptir miklu máli ef það væri alvöru stríð í uppsiglingu milli NATO og Rússa. En það er ekkert stríð í uppsiglingu milli NATO og Rússa. En við yrðum fyrsta landi sem þeir myndu taka og þeir myndu negla það niður. Já, en það er stundu sagt að herforingjar berjast alltaf með vopnum síðasta stríðs. Já. Og þetta er svolítið hugmyndir síðasta stríð, að ef að þessi öfl þurfa að vilja yfirtaka Ísland og pólitíkin er eitthvað vesen, þá myndu þeir einfaldlega að því það 80% Íslendingum er að drekka vatn úr sömu vatnslind, Já. Það tekur ekki nema korter að drepa meiri hlutan af Íslendingum, og það yrði of stór frétt í útlöndum ef að allir myndu bara detta niður dauðir einn daginn, en það væri hæfilega stór frétt ef að það tók sig upp sjúkdómar á Íslandi. Já, en það er annað sem að fólk áttar sig ekki á. Það er enginn að pæla í því, og ég er búin að oft minnast á þetta við það, og ég er svo hissa á því enginn
tekur upp innan þráð. Það eru 6 símalínur út á landinu og það eru allar miðstýrðar. Það eru ljósleiðarar náttúrulega. Og það eru Þetta sé 3. Já, það eru 2 eða 3 ljósleiðar út úr landinu sjávarleiðina, en svo skygnir. Það eru líka allan að 2 held í gerfinhattaleiðir. Já. Gerfinhattar símalínur. Allan að 2 gerfinhettir sem við fáum símasamband. Þetta bara miðstýrt. Það hægt að slökkva á þessu bara 2 stöðum. Og það hægt fyrir hvern sem vill stýra þessu landi fullkomlega. Hvort sem það NATO eða Rússi eða einhver annar, eða Mossad, eða Kína, Beijing, Secret Operations, sem nú þegar starfandi í landinu. Og öll elitan með girt niður sig og beygja sig eftir sápu. Og Mitt. Það helvitis kanamellunar og rómarhórunar. Þú settir þetta í orð. Já, mitt. Ég ætla að vændi að vera í panna. Við skulum bara fá Hannes í lið með okkur það. En ef mátti til. Það eru bara 6 símalínur á landinu. Það er hægt að loka öllum samskiptaleiðum til og frá landinu núna. Bara akkurat svona. Bara einn rofi liggur við. Og það er 1 olíuskip sem sér að fóðra landið á bensíni og olíu. Sem heitir Kindill eða maður rétt. Það eru 2 skipafélög sem sjá það að koma með allan erlendar matarbirgðir til landsins. Ein freigáta frá NATO-landi getur séð að þessi skip kom ekki til landsins. Fyrir utan það að þeir þurfa ekki þessa freigátu. Það nóg fyrir þá að hringja í 3 símtöl. Þann sem rekur Kindill, þann sem rekur Eimskip og þann sem rekur Samskip. Og þar með bara og það enda neskip líka, en það sem ég var að segja það er alveg einn símtal, þetta er allt sami gaurinn sem að rekur þetta. Mjög líklega, ég veit ekki hver rekur Kindill, ég var ekkert viss að þó að vera Eimskip. En við erum að tala að það talað að það sé alltaf til 30 daga birgðir á olíu í landinu. Það talað að landið hafi það bil 6 vikur af matarbirgðum, erlendum matarbirgðum. Af þeim erlenda mat sem við kaupum. Og inn í það kemur til þess, já en við framleiðum svín og kjúklinga hérlendis, það allt framleitt, öll svín og allir kjúklingar á Íslandi borða erlent fóður. Með svona 80% af því. Það sára lítið nokkur innlend matarframleiðsla lengur. Það sára lítið. Þess vegna framsóknarmenn Dímonas svona því þeir vilja þeir eru allir þjófar og gjör spiltir upp til hópa en framsóknarmenn vilja hafa sem mest framleitt á Íslandi, sementið, áburðinn, nýta innlenda orkugjafa og fleira slíkt, en það eru helvítis kanamellunar og rómarhórunar sem vilja fá allt saman innflutt, sem hámark heimsbyggðar. En þetta eru þeir kæmust ekki upp með svona taktikir í dag. Fyrsta lagi svo rosalega mikið Íslendingum bara á Norðurlöndum til þess sem myndi ekkert sætta sig við bara símalínan bilaði til Íslands fyrirgefðu. Það Íslendingar myndu bara ekkert samþykja það og Íslendingar eru það vel truflanir á hljóði. Hver með truflanir á hljóði? Ég gekk kannski of langt, NASA filter þetta. Ég vil að slökkva á Dropboxinu. Já, en það bara, Berti, verður nákvæmari hvaða hljóðtruflanir þú ert að upplifa. Ég bara að fá eitthvað í eyrun, ég ætla að fara í verri ló, nei, ló. Er það frá mér þá truflunin eða frá? Það gerðist allan ekki hjá mér, ég ekki með neina stillingar, það engin nýr hugbúnaður. En heyrðu vel í mér alveg? Ég fæ truflanir. En ég heyri alveg orðaskil, Já, ég heyri orðaskil, En er það slæmar truflanir eða? Ekkert svo, Ekkert svo. Núna. Er það betra núna þá? Það kemur bara þegar þú talar, þannig að það kemur inn í talið hjá þér. Já. Ef þú segir ekki neitt, þá enga truflanir og þá bara get ég talað, Já, þetta mixerinn af mig. Ég fann að kaupa mér nýjan mixer.
pening. Ég held þú þurfir að biðja konuna þín fjárveitingu, sko. Já, það ekki af neina að taka núna, vetrarfrí var svo langt. Já. En það koma peningar fljótlega. En Já, þetta líka orðið vel langt hjá okkur. En ég held sko að þeir séu að plana, þeir eru að plana að þeir þurfa nefnilega að gera þetta í svo mörgum löndum á nákvæmlega sama tíma. Ég held að hótunin sem kom hann á Harmageddon og tengingin sem ég að leggja upp hérna, ég er að reyna að útskýra fyrir fólki ákveðin veruleika. Við Íslendingar, við lifum í ofsalega einangruðu umhverfi, menningarlega, hugsunarlega á allan hátt. Og við erum svo miklar sko bréfdúfur. Við sjáum ekki hvað við erum pampiruð, hvað við erum mikið privilegst fólk og megnið af umræðunum inn á landinu sko sýna ákveðna sturlun á fólki sem ekki að horfa út fyrir sko sin eigin borðstokk og tengja neitt veruleika. Heldur bara sko fylgir næstu fyrirsjá. Bara því miður ég skuli segja þetta svona, þetta það sem ég sé. Og þegar ég að benda á það hvað við erum berskjölduð, ef það kæmi í sko bara segjum sér dæmi að það færi ykkur hreyfingarstað á Íslandi. Segjum til dæmis bara að fólk myndi fara að fatta einfaldleika þjóðveldis. Ég veit að fólk ekki alveg til í það. En einfaldleiki þjóðveldis mjög skýr ef maður fyrir að hugsa. Ríkið bara hugmynd og lýðræði fæðist í grasrót og byggist á samræði. Þú veist, bara segjum að fólk myndi fatta þetta. Eða myndi fatta að ef þú hlýðir ekki þá stjórnar þér enginn. Maður sem ekki hlýðir, honum ekki stjórnar. Maður sem í samræði við fólk og ber virðingu fyrir skoðunum annarra, hlustar á aðra og þetta svolítið eins og ég sagði áðan, ég að varpa ykkur fram en ég mér sama þó fólk sé ekki sammála mér, en ég mikinn áhuga því að fólk skilji hvað ég að segja. En mér alveg sama hvort þú veist, þegar maður komin í svona samræðu, bara eins og ég og þú gerum í köfunum, við erum að skiptast á skoðunum og við erum að gera okkur farum að skilja hvað hinn að segja, en það fullt af hlutum sem við erum ekkert sammála en okkur finnst það ekkert endilega atriði, sko, eða það allan að mín skoðun. Og þegar fólk skilur þetta og þegar skilur af hvað sniðgengi við valdakerfi, sniðgengi við sko heimsmynd, sniðgengi við sannleikan. Feminísmi bara hugtak, hann bara hugmynd, hann bara hugmyndafræði. Hann hefur ekkert að gera með jafnrétti, ekki neitt. Þú veist, ef maður skilur, ef maður getur klift þarna naflastrengin á milli hugmyndar og sannleika og hafi þessar, þú veist, þetta einfaldleiki, þetta mjög einfalt. Og þegar ef 30% af þjóðinni myndi fatta þetta og myndi sjá hvernig verið að dáleiða okkur og hugafarslega leið okkur áfram, þá myndi lýðveldis elitan hrynja sjálfkrafa. Vegna þess að vald hennar kemur frá átrúnaði þeirra sem kaupa þvættingum. Við leið og fólk fattar þetta. Og fólk myndi þá líta að segja bara, þú veist, fara að gera eitthvað. Ég er ekkert að fara út í hvort fólk færi að taka stjórnarskrá þjóðveldis. Heldur myndi bara fara að iðka þennan einfaldleika, bara iðka. Þá hrynur lýðveldið, það hrynur valdakerfið. Og ef að andrar grasróta hreyfingar í öðrum löndum myndu fatta þetta á svipuðum tíma og líta til þessa nýja íslenska módels sem ég kalla ljósið úr norðri, það hrynur allt valdakerfi heimsins. Og þetta skilur skuggavaldið. Elitan skilur þetta ekki. Þú stjórnmálaelitan, bankaelitan, fjölmiðlaelitan. Þetta bara dáleiti sauðir líka. Þetta eru bara forystusauðirnir. Forystusauður sauður. Þetta eru húsþrælarnir. En í kringum sauðahjörðina eru smalahundar og einhvers þar í bóndin á hesti. Og sko þetta skilur bóndin. Bóndin fattar að það eru nokkru sauðir farnir að jarma sín á milli. Og þetta eru skilabúin í Harmageddon. Vegna þess að skuggavaldið veit að þessi hugsun fædd á Íslandi, hún veit að það búið útskýrana, hún veit að hún komin í orð, en hún varaði við enskutengingunni, hún varaði við að það byrjað að útskýra þessa hugmynd á ensku.
Það viðvörunin. Viðvörunin það hægt að loka landinu í hvelli, það hægt að koma einhverju sæjoppi í gang til þess að nokkuð slátra fólki eða eins og þú ert að benda með farsótt og það hægt að, þú veist, hættu að predika, hættu að fóðra þennan eld. En fólk sem skilur ekki þennan einfaldleika, það fattar ekki hvað ég var raunverulega að segja í vídeónu mínu nettröll. Ég var nefnilega ekki að tala nettröll. Ég var að tala hugmynd hvers tími komin fer á flug. Hún fer eins og eldur í sinu og þú veist ekki einu sinni hvaðan hún kom. Og það eins með þennan loga sem að ég hef verið að tala í 3 ár. Að þetta hugmynd sem á eftir að grípa. Þetta eins og þegar þú ert að kveikja eld í spýtum, þú ert með eldspýtu, svo aðra eldspýtu, svo allt í einu ein þeirra grípur. Og sá eldur verður ekki stöðvaður. Þetta skilur skuggavaldin. Þeir sem eru eins og í meitlurunum að grúska í launhelgum og mystískum veruleika, þeir vita spádómana ljósið og norðrið. Þeir vita þetta. Þessi spádómar koma á 3 mismunandi áttum. Það eru til píramídaspádómar útgáfa þessu, þetta Nostradamus útgáfa þessu og svo eru til túlkendur sem hafa fundið þetta í Biblíunni líka. Ég ekkert að rekja það, grúskarar geta rakið þetta og en það elítan fattar þessa sturlun sem þú varst að tala um á. Það vaxandi sturlun meðal þeirra sem stjórna heimsmálunum og þeir eru sjálfir hættir að fá yfirsýn. Ég búin að tala um þetta oft á mínum vettvangi hvers vegna ég held að þetta sé. Ég búin að vera að tala um það í bráðum 2 ár og þetta muni fara vaxandi. Og útskýra út frá biblíulegri túlkun hvers vegna og fólk sífellt að byrja að sjá þetta meira og meira og ég held að fólk þessi vakning sem í gangi, sumt af þessari vakningu villuvakning. Reyndar það sem að hefur mest áhrif á fólk að það sem að þessi furðufuglar sem eru kallaðir samsæringar að segja og þú sér allir með þróuna í útvarpi sögu morgunþáttunum þar sem ég mætt að fyrst voru þeir svona bara þetta nú alltaf svona að þeir svona og svo gerðust hlutir sem ég var að tala og síðan og það sem að elitan eru svo miklu vanda með núna að allt sem að ég til þess að vera að segja á Íslandi eða á íslensku rásinu minni að þegar eitthvað gerist það fer niður flugvél eða það gerist eitthvað á Íslandi sem að hægt að lesa úr það valideitar allt sem ég hef sagt Já. En útvarpssaga disinfostöð Já, ekki reynda morgunþáttur held ég Markus snillingur og Jói líka, þetta eru bara frábæri strákar en ég er sammála þeir stjórna ekki útvarpi sögu Nei, ég sammálaður að henni stjórnað að meitlurum, ég kaupi það kenningu. Takk fyrir það. Ég þorðum að selja þetta. Já, það náttúrulega aðalega bara virðingu við Markus og Jóa, en þeir eru fullorðnir strákar þannig. Já, þeir vita að baráttan ekki við menn heldur hugarfars. Og ég veit að þeir tveir eru á fullum heildum bara í sínu fíneri, En það sama og ég hef sagt með söguna þetta Art of War að þegar að hallar meðarnar sáu þær 2 fremstu missa hausinn og þá hættu þær að flissa og þeir eru meira að segja vandræðum með að láta svona fugla hverfa það situr allar bjöllur í gangi líka Já, og það líka við megum aldrei ekki gleyma því að þegar Satan var rekinn af himnum til jarðarinnar þá tók hann þriðjunginn af englunum með sér og fólk svo upptekið að horfa á þetta vonda hvort sem fólk trúir á djöfulinn og englana ekki lítum á það sem arketýpu fyrir þá sem ekki trú á metafísík að Satan eins konar holdgervingur ákveðins hugarfars og hans englar eru eins konar svona meginströms hugsanir bara ákveðna svona holdgervingar ákveðins hugarfars. Það bara arketýpur, þá sem ekki trúa þriðji, það allir að horfa á 1 þriðja. En býttu, það eru til 2 þriðju eru í góða genginu, Við megum ekki gleyma því að það stríð í gangi.
það stríð í gangi á milli ákveðins, á milli hugarfar, á milli hugmynda. Stríðin sem við erum að sjá. Eins og ég sífellt meira sannfærður þessa kenningu mína að flest genósæt séu blekking. Að það hafi bara verið drepnir 100 manns eða 1000 manns eða fundnar höfuðkúpur og búin til genósæt blekking í fjölmiðlum. Þetta allt saman stríð á milli hugmynda. Og það sem að mig langar að koma af einum punkti út af því sem ég var að tala áðan með samsærið, hvernig hægt að slaufa Íslandi á augabragði, og þessi kenning mín að erlendu meitlararnir og mystikerarnir óttast að ljósið úr norðri sé að fara að rætast. Ekki endilega treysta þeirri túlkun, en ef ég skildi hafa rétt fyrir mér, og taktu eftir eins og þú ert að segja, Axel, að þú ert að benda á mjög raunhæfan möguleika með þessa farsótt og drepsótt og eitrun í vatni og svona, þetta eru raunhæfir möguleikar. Ég segi þessna við bara fólk sem að hlusta á okkur, vertu iðin við að skrifa stöðuuppfærslur á ensku á Facebooku. Vertu iðin við að vera í samskiptum, bara ef þú átt erlenda vini eða íslenska vini erlendis, vertu iðin við að láta þetta fólk heyra frá þér, sjá uppfærslur frá þér, eða að finna að þú sett aktív manneskja, reyndu að festa samskipti þín við fólk erlendis og vera opinn fyrir samskipti við fólk erlendis og láta það fylgjast með, jafnvel þegar þú ert að setja frétt úr meginstraumsfjölmiðlum á vegginn þinn, að jafnvel skrifa frekar fréttin á ensku. Vegna þess að þegar útlendingur sér hérna að þú póstar frétt frá Vísir eða MBL, þá hann ekki að fara að lesa það því hann skilur það ekki, en ef þú skrifar stöðuuppfærslu í 3 línum þar sem þú segir fréttina, bara þetta var frétt á Íslandi, og þá ertu að fá fleiri útlendinga til að horfa hingað heim. Við erum í stór hættu út af þessu. Og því fleiri af vinum okkar erlendis sem að fylgjast með því sem við erum að gera, og ef þú veist af Íslendingum, eins og það er kannski svolítið legóist, menn ég með vefsíðu á ensku sem heitir Logostar, þar sem ég að fjalla hluti, ef þú veist af fleiri Íslendingum sem eru með ensku vefsvæði, bókamertu þá og komdu reglulega með, séraðu reglulega ensku efni frá Íslendingum. Þetta eykur tengingar við landið. Þannig að ef eitthvað gerist, að þá fullt af útlendingum sem veita strax, heyrðu, það engar fréttir frá Íslandi, hvað í gangi? Þetta það besta sem við getum gert í dag. Það að virkja samfélagið okkar. En mér skilst að ég sé hálf hljóðlaus, NASA vill ekki heyra það sem ég að segja. Ég skal hætta að tala um ljósið úr norðri og meiklarana. Nei. Ég er með ódýran Behringer mixer sem virðist vera með hann fer að skröngla eftir 1,5 tíma. Já. Og þannig að þetta líka hvað sem komin ágætu tími, ég þarf að fara að keyra niður til Gautaborgar. Já. En þetta var gagnleg djúpgufun, eins og alltaf þegar við förum í djúpgufun. Alltaf eitthvað nýtt sem kemur upp. Já, maður brýnir mann og lemur á mann. Nei. Þú sagðir þetta fyrstur, held ég. Einhverju djúpgufun, ég veit ekki. Já, einmitt. Þetta bara svona loftbólur í djúpgufunni. En heyrðu, ég þakka þér fyrir kvöld. Já, takk fyrir mig. Og við verðum í sambandi fljótlega aftur og endilega gera fullt af vídeóum, þannig að maður hafi eitthvað spennandi að horfa til. Eins og andinn kemur yfir mann. Já, einmitt. Bara kæra takk fyrir kvöld. Já, ok. Já, bye. Bye. Og bless, kæra hlustendur, ef þið heyrið það þá í mér. Og bara senda mér fullt af peningum á PayPal, þá get ég pantað þennan frábæra mixer. Og þessi virðist vera alveg búin á því. En takk fyrir komuna. Þakka Guðjóni fyrir gagnlega djúpgufun. Og verið þið sæl.